Gott kvöld, það Rauða borðið sem tekur hér við af fréttum mánudaginn 1. desember. Ég heiti Marja Lilja og ætla hér ásamt samstarfsfélögum mínum og góðum gestum að halda uppi skemmtilegu samtali ýmsa og ólíka hluti. Hér í lok þáttar fæ ég til mín Vöku Evu og Eldarsdóttur, unga stúlku, sem ansi fróðum réttindi barna og við ætlum að ræða hér framtíðina, réttindi barna og jólin og margt fleira. Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum gefur neytendum hollráð í samtali við Björn Þorláks. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, stjórnsýslufræðingur, svarar fyrir ásakanir sem Morgunblaðið setti fram á dögunum gagnvart henni sem aðal höfundi skýrslu embættismenn. Í samtali við Björn Þorláks ræður hún efni skýrslunar og hvers vegna við þurfum að ræða efni skýrslunar. Gunnar Smári ræðir við Helen Ólafsdóttur, öryggisfræðing njósnarit eða spyware sem gera stjórnvöldum, leyniþjónustum og einkafyrirtækjum mögulegt að fylgjast með öllum, einkum þeim sem viðkomandi skilgreina sem andstæðinga sína. En Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns fyrsti formaðurinn sem Píratar hafa valið sér. Hann ræðir áherslu stefnu, hvað fór úrskeiðis fyrir síðustu þingkosningar og fordóma hér í samtali við Björn Þorláks eftir stuttar auglýsingar. Gjörðu þið svo vel. Líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á www.vafr.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Það dró til tíðinda hjá Pírötum helgina. Þá völdu þeir sér formann í fyrsta skipti í sögu þessara stjórnmálasamtaka. Maður getur kallað Pírata stjórnmálasamtök. Það nú nokkur saga að baki, stofnaðir 2012, buðu fyrst fram 2013. En þetta afl gekk fyrir hugmyndum flatan strúktúr, svo kallaða. Það átti ekki að vera nein hierarkía. En nú öldin önnur, runnin upp nýr tími og nýr formaður hér sestur við Rauða borðið. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, vertu velkomið. Kærar þakkir, takk fyrir. Til hamingju. Takk. Þetta nú frekar stór tíðindi. Þetta eru stór tíðindi. Stundum spyr maður fegurðardrottningar komandi þér á óvart. Ég held að sú spurning eigi nú bara vel við. Til að byrja með? Já, þetta kom á óvart, en það var þetta líka kannski ekki, það var ekki mikil munur á milli okkar tveggja sem voru hérna í framboði í lokin. Einmitt. Og það held ég sínu líka, en þáttakan var góð og var góð að miða við kosningarnar sem hafa verið embætti sjálft. Var þáttaka kosninga góð að þínum mati? Já, mér fannst það. Já, sko einhverstað las ég að hvað var þetta, 160 atkvæði 174 atkvæði, en hvað voru margir hvað gátu margir kosið? Það eru þetta allir félagar í Pírötum gátu kosið og það það bil 2400. En hafið þið sem sagt bara kosninga þáttu eitthvað hrapað niður í bara mjög lítið áður eða? Já, ég held bæði og Björn, ég held að maður það líka kannski að hugsa til hvers konar hreyfing hvaða erfiðleikar hafa verið upp á síðkastið. Við lögðum af rafrænt kosningakerfi í seinsumarið og það hefur verið svona ýmislegt sem hefur líka gert það að verkum að upplýsingagjöf, það eru margir þættir sem spiluðu inn og þegar kemur líka að
akkurat þessu embætti, bæði þú erum að kjósa sjálft embættið og svo síðar kjósa fólk í það, þá þetta frekar umdeilt og hefur verið. Það hefur verið ákveðin skautun í hvort að við ættum að taka þetta embætti upp eða ekki og það hefur auðvitað líka áhrif á sjálfa kosninguna. Já. En á miða við svona þáttöku þá finnst mér þetta bara ágætis þáttöka. Já, af því þú nefnir líka að nú hafið þið horfið frá rafrænu kosningum. Þetta var svona annað sem einkenndi Pírata. Það var trúin á tæknina og hið rafræna og engi formaður og nú þetta tvennt, búið að breyta þessu. Já. Hvers vegna? Það meira en það eru líka skipulagsbreytingar sem var átt sér stað í hvar og hvernig við vinnum málefnastarfið okkar og ýmislegt. Ég held að það þarf oft þegar þú ert hreyfing eins og okkar stjórnmálaafl þá koma ýmis öldur og þær koma og fara og þroski kemur líka með reynslu, þekkingu og ýmis sem hefur gengið á og fyrir ári síðan þetta duttu við að þingi. Já. Sem var ekki bara mikill með fyrir okkur en líka það eru mörg sem hafa haft samband sem meiri sé að segja að þau kannski ekki beinlínis eru sammála okkur í allri pólitíkin okkar en mikið rosalega saknaði okkar nærveru og bara hvernig við höfum verið sérstaklega inn á þingi sko. Já. Svo þessar breytingar eiga sér staðu þetta í kjölfarið það hreyfingin var 10 núna orðin 12 að vera 13 það gerast ýmis hlutir og við erum ennþá ég held samt nýr formaður við erum líka ekki bara búin að kjósa í það embætti sem ég gengi núna heldur líka í varaformann við fengum nýja stjórn aðgengismál eru rosalega mikilvæg hjá Pírötum svo rafrænt kosningakerfi fjallaði ekki einungis það að við lofsyngjum tækni. Ég held að við meira verið flokkur sem átti að segja hvað tæknin hvað gagn getur gert en líka hvað felst af ógnum eða hvað við þurfum að hafa varan á. Og það var nú bara þannig með það kosningakerfi sem við vorum með að við töldum það ekki vera nægilega í skakkbúð og það þurfti hreinlega uppfæra það til þess að hafa það eins öruggt og við teljum það þurfti að vera. Já. Svo við getum sagt það eru ýmis breytingar sem eiga sér stað og það eiga sér stað af ýmis ástæðum. En að sjálfsögðu það skiptir mála þetta þingi og það þarf að taka alvarlegra og hefur hreyfingin finnst mér gert það og verður að fara líka varlega með þetta embætti eins og ég sagði við erum mörg sem höfum ýmis skoðanir á hvort það átti að vera þetta embætti hjá okkur eða ekki það vissulega hægt að útfæra flatan struktúr og mismunandi hátt og var ég mjög hlynnt þeirri aðferðafræði sem við höfðum fyrr, ég mjög hlynnt beinu lýðræði, ég mjög hlynnt því að það eru varnaglar til staðar, sérstaklega í valdastöðum og hef ég tekið þátt í mikið af þeim umræðum sem hefur verið og sjálfsög finnst sem kannski pínu skrýta að ég svo býð mig fram í embætti sem ég einmitt ekki hef talað fyrir en mér finnst að við þurfum að fara varlega vandlega með þetta og sérstaklega vegna þeirra samtala sem við höfum átt en ég auðvitað Pírati inn að beini svo ég virði niðurstöðuna sem við náum út að við áttum samtöl ég upplýði að mín skoðun var heyrð og svo kusum við og þetta var niðurstaðan bara eins og í öllu öðru lýðræði. Já, sko Alexandra Brím sem þú etur kappi við það munar hann nokkrum atkvæðum sennilega töldu fleiri hana sigurstranglega myndi ég ætla einhver svona sterk skilaboð sem að sko nú Dóra Björt var að spá bjóða þessu fram hætti við eins og þú nefnir þá eru allir þingmennirnir horfnir eru Píratar að senda mjög sterk skilaboð bara viðsnúning einhvern veginn? Já, ég held ekki við erum að ræða viðsnúning. Nei. Ég held að við erum að tala að umhverfið ekki bara á Íslandi heldur í heiminum að breytast. Að sjálfsög kom það mér að einhver leita óvart. Við vorum frekar jöfn sko eins og ég nefndi en það komi vissulega
að einhver leiti á óvart. Píratar eins og margar hreyfingar eða stjórnmálaflokkar á Íslandi eru þetta með mismunandi áherslur inn á við. Það hópur sem sérstaklega innan við einhvern málaflokk eða horfir sérstaklega til einhvers konar pólitík sem forgangs eða aðalatriði og það vissulega líka hjá Pírötum. Ég held meira það sýnir að mér hefur farið, þetta traust hefur kannski verið Alexandra bara harðdugleg kona og hefur unnið og starfað fyrir flokkinn bara til fjölda ára. En það einhvers konar hreyfing núna sem kannski meira að horfa til þeirra ástand sem og skautunum sem við sjá í samfélaginu okkar og kannski að sækjast í eða biðja að fá stærra samtal í gang, rótækara samtal og treysti ég Alexandru fyrir því eins mikið og ég treysti mér fyrir því en ég treysti líka félagsfólkinu sem kaus og ég kannski nýrra andlit þetta ekki inn á við, alls ekki. En muntu standa fyrir róttækni? Á fasískum tímum? Já, ég held það. En ég held að það þarf svona pínu, þetta umbótaflokkur. Fyrir okkur skiptir rosalega mikið máli hvernig við gerum hlutina. Ekki bara hvað við erum að gera. Og það kannski það sem ég sé nú, hef ég þetta búið stærsta hluta ævi minnar erlendis. Já, í hvaða löndum? Meðal annars Danmörku og Bandaríkjunum og Þýskalandi en ég starfaði í slíku starfi að ég var mjög ofta að ferðast og ferðast bara allan heim. Við hvað hefurðu starfað einkum? Ég vann við heildrænt öryggi og og kendi blaðamönnum, aðgerðasinnum og öðrum hópum allan heim á netu upplýsingaöryggi, líkamlegt öryggi og það sem heitir sálrænt öryggi á íslensku held ég. Hafa aktívistar verið í þjálfunarbúðum hjá þér? Þjálfunarbúður kannski stórt sagt, ég hef komið inn í fréttastofur, hjá blaðamönnum, bara með námskeið. Það kannski best að segja það, svo hef ég auðvitað fylgt aktivistum eða aðgerðasinnum í þeirra störfum til þess að geta aðstofa betur við svona einstaklingsmiðaða öryggis ráðgjöf. Það getur verið svolítið erfitt að vera fjórðavaldið á mörgum stöðum. Það þarf að fara vandlega varlega með það líka. Hann bara smá saman að hverfa hér í þessu landi? Já, segðu. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með fjölmiðlum síðustu daga allavega, verið að segja. Maður getur notað orðið áhugavert í ýmsum skilningi. Já, ég hef lært það á Íslandi, áhugavert sagt í pólitísku skilningi. Getur verið ýmislegt og gott orð að nota þegar maður svona pínu hugsa eða já. En já, ég held það hvort ég mun standa fyrir róttækni. Jú, ég mun gera það. En við verðum að muna mildina. Því pólitík á Íslandi ekki bara að upplifa skautun, heldur við að upplifa margskonar það verið að rífa undan grunnstoð lýðræðis og við þurfum svona pínu að horfa á það. Við þurfum að horfa á hvernig það verið að orða hlutina. Það er verið að segja hlutirnir eru eitt sem eru annað og svona, þetta eru þekkti taktar. Og ég svo mikið framtíðasinni en meira en eitt annað. Og og við verðum að vera í mildi og við verðum að hætta að vera þessu brún þar sem það er annarkvort eða. Þetta barðu hjarta sem við höfum mörg, sem viljum breytingar eða umbætur eða annað. Það má ekki vera svart og hvítt. Þá veitum við okkur ekki tækifæri til að velja eða hafa velkosti. Svo þurfum pínu að fara frá þessari brún sem já eða nei, annarkvort eða. Og muna að það eru við saman í samtali sem getum breytt þessum hlutum, sko. Og það virka pínu róttækt fyrir mörg, eiga samtal og ekki gera sér upp skoðanir annara. En svona það nú. En sem umbóta sinni það ekki reiðin sem að verður helsta haldreipið í viðbragði til þess að snúa veröldinni, ef við skiljið rétt, af því þú leggur áherslu á
Reiðin, veistu, ég held að tilfinningar gera það. Ég meina flesti kallmenn sem hafa verið í stöðunni sem ég í hafa vissulega stjórnað með tilfinningum fyrst og ég held að tilfinningar almennt er gott tæki. Það er líka gott tæki í pólitík, það hefur gott tæki til þess að gera alls konar breytingar. En nú er ást og hatur kannski aðeins nálægt hvort öðru eða er oft sagt. Ég held að ef að við leiðum með nálgun sem að hafa skilning á hvað að gera, skilning á hvaðan fólk að koma, ekki gera okkur upp hug annara, fyrir varlega með það, þá þurfum við ekki að leiða með reiði. Þá getum við leitt hvort annað með umbætur sem eru til hins betra. En það getur verið svolítið erfitt þegar það er einhvern veginn þannig inn af íslenska pólitík að hún á afskaplega erfitt við að fara út fyrir þægindaramman sinn. Ég hef ólst upp að mörgu leyti í Danmörku og þar er ýmis kosningabandalög, þar eru flokkar að styðja minnihluta, það er alls konar útfærslur. En það er eitthvað í menningunni hérna sem ég er ennþá átt að með á eftir öllu sára eldendis sem gera það verkum það bara á afskaplega erfitt að fara út fyrir þægindaramman og ég veit ekki hvort að það er hræðsla eða ótti eða varkárni eða íhald, en eitthvað er það. Og það þarf kannski aðeins að taka á því og það getur kannski líka verið eitthvað sem fólk mun telja vera á róttækt. Getur þið skýrt aðeins betur hvað átt við þegar þú talar að það sé erfitt að fara út fyrir þægindaramman? Ef við horfum á íslenska pólitík eins og ég hef kynnst henni síðustu 8-9 árin eftir að flytta á fullorðinsárum og þau byrjar að krukka pínu í sögunni líka. Það er oft talað pólitíska ómöguleika eða það er farið í svona gerum við þetta og höfum alltaf gert þetta eða Pírata til dæmis komið fram með tillögum kosningabandalag 2016 og það var bara hlegið næstu því að því. Og var það frekar fyrir mér að sjá eðlileg nálgun. Við erum nefnilega, skiljanlega erum við þjóð sem frá uppruna eru bara innflytjendur sem koma og flytja inn á eyju sem kannski átti aldrei reitt að búa á. Ég meina ef þú tekur veður og þú tekur jarðskjálftana og þú tekur öll gosin og allt hitt. Það er ekki auðvelt að vera hérna. En við einhvern veginn höldum áfram í þrjóskun okkar og út af því þetta er ótrúlega fallegt land og hefur gefið okkur margt. En þroskakipirnir sem við höfum tekið hafa kannski verið öðruvís út af við erum svo einangruð og við erum hér og við höfum einhvern veginn látið plata okkur í að hugsa að eins og við gerðum það mun virka til framtíðar. Að ef við fáum að fara út fyrir þennan þægindaramma, þá held ég við gætum miklu stærri og betri hluti. En við byggjum á samtringingu sem þurfti að eiga sér stað í fleiri 100 ár. Því ef þú ekki gæti treyst á nágrannandinn, hvað gerir í snjóflóði, hvað gerir eitthvað kemur upp á, hvað gerir ef að þú ef engin fiskur er þann dag. Svo það er þessi samtrygging sem hefur gert að verkum og við látum plata okkur í að við þurfum að halda okkur innan við einhvern pólitíska bara þægindaramma og núna er kannski komið tími til að aðeins að forvitnast út fyrir hann. Já, þannig að þægindarammin er svona venjurammi líka. Já, ég sé nefnilega Íslendinga oft hugsa út fyrir ramman mikið, vel, skemmtilega, skapandi greinar hér eru frábærar og við getum að kunnum svo ótrúlega mikið í svo mörgum greinum út að það var kannski enginn sem sagði við gátum það ekki. En það gildir einhvern veginn ekki pólitíkina. Það finnst mér áhugavert. Svona alvöru áhugavert, ekki pólitískt áhugavert. Eða jú bæði reyndar. En svo mér finnst það vera svolítið spennandi verkefni núna yfir veturmánuðina. Að sjá hvernig við getum svona pota pínu í hérna þægindaramma, sé hvað er raunverulega hægt, hvað viljum við, á hvað forsetu viljum við gera það og með hverjum treystum við okkur til þess. Já. Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata, ég kallaði hann til og bað hann að koma og greina þessar breytingar
þegar ég sá í fundarbúði frá Pírötum að það stæði til að hverfa úr rafrænu kosningafyrirkomulagi og velja sér formann í fyrsta skipti. Þetta var í tölvupósti, myndi ég giska á, sem ég sá þetta í maí eða júní fyrir þessu ári eitthvað svoleiðis. Já, einmitt. Að þá sagði hann að hann styddi það alveg að nú yrði formannsembætti innan flokksins, meðal annars vegna þess hvað stjórnmálin eru orðin einstaklingsmiðuð og miða við sem sagt í þeim skilningi að það er svo mikill fókus á talsmenn og oddamenn og sem sagt þannig að í ljósi þess þá er pressa á þér, þú ert þið nýja andlit Pírata og ef þetta er rétt sem hann segir að við séum að færa svona skynjun okkar og hugmyndir og hugsanir pólitík meiri átt að oddvitunum, leiðtogunum, þá skiptir máli hvert þú horfir, hver eru þín helstu áherslumál núna? Geturðu nefnt mér eitthvað svona af því sem að þér finnst brýnast að setja á dagskrá umfram það sem að þú hefur nú þegar verið að ræða? Já, ég vil kannski aðeins koma inn og ég held að smæðin á Íslandi mun alltaf gera það að það eru einstaklingar innan við flokka sem mun hafa áhrif. Hvort að það hefur bæst sérstaklega við auknum mæli núna. Björn kannski, hann ólst upp hérna líka, svo hann kannski betur að segja það. Mér finnst það ekki reyndar. Mér finnst að flokkar bara íhald og framtíðarflokkar hafa eiginlega öll verið með svona pínu oddvita eða svona, fórustuna svona frekar einstaklingsmiðaða. Og sé líka breytingar innan við svona suma flokka hafa haft alveg stór áhrif. Hver mín helstu áherslumál eru, ég held við þurfum að átta okkur á þótt við erum lítið leigja svolítið langt í burtu frá heiminum, þá er heimurinn hér. Ég held við þurfum að huga almennlega, verulega og til framtíðar að ýmist þáttum til þess að tryggja að fólk sem er hér, sem kemur hingað og sem hefur verið hérna, sé öruggt og lengur ekki bara öruggt á þann hátt og við þurfum að hugsa til netupplýsingaöryggis og ýmis aðra öryggisógna í stærri heimi. Heldur líka margar af þeim tillögum sem hafa komið frá Pírötum í gegnum árin. Það þarf alltaf að koma svona ein bylgjas með tillögu eins og borgarlaun eða álíka. Það sem guð minn almáttugur, hvað ruglir í þeim. Svo kemur önnur bylgja, það sem oft er sama tillagan kemur frá kannski líka öðrum flokkum í svona aðeins öðru til búning. Svo kemur þriðja bylgjan og þegar hún kemur þá getur við raunverulega lágt samtal. En ég tel að þessi grundvöllur og grunnstoð til þess að geta lifa lífi í reisn. Það er eitthvað sem ég berst fyrir og gerir það með mörgum Pírötum. Við þurfum verulega að hlúa að því. Og nú hef ég verið í borgarpólitíkinni, það er talsverð mörg ár síðan ég var í landspólitíkinni, en fylgist auðvitað með. Ég held við þurfum að muna að hvernig við komum fram með hvort annað og hvernig við komum fram með fólk sem er skiptir máli. Ég held við séum svona pínu að búa til vandamál fyrir okkur. Við erum einhvern veginn að fara aftur í 10. áratug Danmerkur og horfa til útlendingapólitíks. Ég ólst upp þar á þeim tíma, ég hef ekki sagt að það er bara hræðilegt. Það er eins og að sjá bara lestaslys gerast með hægri lest. Þú sér líka flokka að nota orðræðu sem býr til ekki bara skautun heldur, er bara beinlínis hættuleg og það sem er verið að ýja að við og þau að það er einhverju flokkar, einhver kyn, einhver þjóðerni og það er bara alls ekki þannig. Svo þótt að þetta er kannski eitthvað sem hljómar sem stór og kannski ekki mjög fyrirsjáanlega hlutur eða hvernig maður orða það, þá eru mannréttindin þetta aðgengismál og aðgengismál fjalla hvernig við komum fram við fólk og hvernig við erum. Svo
ég held að öryggi til sjálfstæðis skiptir máli fyrir einstaklinga, fyrir hópa og fyrir landi. Við erum sammála að það er vaxandi útlendingaandúð í þessu landi. Já, ég held við byggum það meira sér til. Já, hvernig þá? Ég held við tókum kippi frá fyrstu svona þegar fólk byrja að koma til Íslands og það hefur gerst auðvitað yfir lengri tíma. Ég meina við komum, mínar ættir að rekja til 950 eitthvað, þá var einhver bylgja sem kom. Ég held við byggum það til við hreinlega ekki að vera tilbúin. Við fengum einhvern veginn boðið við fólki heim til okkar og við vorum ekki búin að leggja borðið niður elda. Já. Við gleymdum pínu hvernig við eigum að vera þegar við erum að bjóða fólki velkomið. Og með því að gera það þá byggum við til aðstæður þar sem að við fengum að búa til þessa hræðslu. Og þú tala að það hefur skort hinna svokölluðu inngildingu og það hefur nýtt kerfinu okkar til þess að innlima okkar nýju íbúa með. Og það er líka bara mikilvægt að gera það við eigum nefnilega líka vinnu að gera þar. Það er ekki fólk sem þarf að aðlagast okkar venjum. Við þurfum líka að aðlagast því að við erum alls konar. Og mér finnst alltaf svo skrítið út að ég ólst upp í landi sem reynda að þvinga börn til að borða svínakjött og ýmis annað sem auðvitað bara skrítið. Og mér fannst það skrítið ekki bara sem íslensku krakki sem var að alast upp, heldur fannst mér það líka seinna mér sem manneskja. Hvað kemur það okkur við? Ég meina, hvers vegna, okkur er þetta hóll, okkur er þetta ekki þúfa? Hvað fólk hvernig það líður, hvað það vill borða? Okkur varðar okkur svona rosalega mikið náungan til þess að smánan. Það hef ég alltaf velt fyrir mér. En já, að því leiti til afsakið var að við þetta er eins og þegar frumvarp verða samþykkt til dæmis geðhjálp eða geðhjálpsþjónustu ýmislegt hefur farið í gegnum þetta blessaða þing okkar en svo fjárfestum við ekki, það er ekki fjármunni sem fylgja með og þá fær það bara svona pínu að deyja. Svo já, ég held að inngildingin frá byrjun líka bara spyrja. Við höfum einhvern veginn, ég veit ekki hvort maður segir svona, en við erum svona pínu lúðar þegar kemur að þessu, að bara spyrja fólk. Hvað þarftu, hvernig get ég verið þér til stuðnings? Og svo bara, get ég sagt, eftir 30 ár þegar ég flutti heim, fekk að vita að ég talaði bjaga íslensku og ég meina, ég var 6 mánuði í Pollabekki Brauðholtsskóla, það dugði mér ekki alveg inn 30 ár síðar, en við gerum oft það og við förum í andstæða við það sem við viljum. Þú veist, við tölum niður til þeirra sem tala öðru íslensku en við, þegar í staðin fyrir ættum við ekki vera besserwisserar, en að reyna að vera hvatningi sem gera verkum að fólk vil halda áfram. Það er bara eitt. Ég meina, tungumál er rosalega mikilvægt. Það er bara lykillinn að sál þjóða menningu. Því ég áttaði mig á viðtengingarháttunum. Það er ógeðslega skemmtilegt. Þú getur sagt svo mikið með að nota viðtengingarhátt, sko. Hvað þið finnst fólk eða þú getur hæðist eða verið með grín eða svona. Það er geggjað tól. Þegar ég var að kenna íslensku þá var ég alltaf, nú er íslensku 3, núna minnið skilja íslensku. Núna kemur viðtengingarhátturinn. En má ég spyrja þig af því að þú kallaðir þetta ekki fordóma, heldur þú kallaðir þetta einhverjum öðrum orðum en ég tel mig verða varan við vaxandi kynja fordóma og sérstaklega hvort því sem ekki er hefðbundnast. Hvernig hefur verið fyrir þig hefur eitthvað fylgst með þeirri umræðu á internetinu sem hefur orðið eftir þitt kjör í gær? Sumir hafa stigið fram og sagt þá bara að banna almenningi að tjá sig í kommentakerfum fjölmiðla og svo framvegis. Ertu alveg pollrólegt gagnvart þessu eða hreyfir þetta við þér? Veistu, ég hef nú gengið ýmislegt í gegnum á minni ævi. Ég er kannski ekki rólegt, en ég er ókei. Mér finnst afskaplega leiðilegt fyrir fjölskyldunum mína að þau auðvitað, ég báði ekki þetta.
og skila það erfitt fyrir þau að lesa þetta. En nú ég sjálfboðaliði til dæmis í hinsvegin félagsmiðstöðinni. Já. Ég held við gleymum það fullt af krökkum að núti og þau eru að lesa þetta. Já. Þetta hef ég áhyggjur af. Já. Ég hef líka áhyggjur af bara heilsu okkar. Veist, erum við ókei? Ef við erum að tjá okkur svona, við teljum þetta verið í lagi og við einhvern veginn höfum búið til aðstæður þar sem okkur finnst eðlilegt að hafa okkur svona, þá hef ég eiginlega bara miklar áhyggjur af hvert við erum að fara og það þarf að taka pínu á því samtali. Því þetta ekki, ég ætla að foreldrar mínir ólu mig ekki upp til þess að tala eða haga mig svona. Ekki opinberlega né heimahúsum sko. Og núna á dönsku þetta kallað hinn innra svínahundur. Ég veit ekki hvort þetta góð beinþýning hér. En það eru svona þessi froskar sem fá að hoppa út munninum. Því satt að segja, það kemur engum við hvað kyn eða kynhneigð eða neitt annað. Það má endilega segja við mig að störmin í velferðarráði eru út úr kú eða okkur já, þú veist að einhvern veginn fara, það oft talað að fara í boltan ekki mannin. Ég held nú samt meira, mér langar svo brennandi að eiga alveg samtöl pólitík, hvernig við að gera hlutina, upp að hvaða marki, á hvaða forsendum, hvað okkur finnst í lagi. Og þetta einhvern veginn stóra móðan sem að koma í veg fyrir við getum gert það. En annars þá, ég hef alveg fylgst með, tók ég mig bara pínu pásu. En satt að segja þá held ég að þetta mun róast og svo kemur eitthvað annað upp. En að sjálfsögðu þá hef ég líka sitið í bakhóp öryggi kjörna fulltrúa sem Samband Íslenskra sveitarfélaga hefur staða og þegar ég sé hótanir, morðhótanir, ofbeldishótanir, þá kæri ég það. Það verður einhvern veginn að vera mörk. Og það er alltaf fínt að segja ég pírabi og veit ekkert í minn haus eða kommi og frjánslind eða hvað sem en ekki þetta sko. Það verður að vera einhver mörk. Já. Kannski tvennt áður en við slítum talinu. Hver þín skýring á því að Píratar hrundu í síðustu alþingiskosningum? Það stórt spurt. Ég held að það voru nokkri þættir. Það kom mér óvart. Satt að segja. Ég hélt ekki að Píratar myndi missa alveg út af þingi sko. Ég held að séu margar hreyfingar í samfélaginu sem voru þess efnis að okkur bara tókst ekki að miðla. Og það kannski líka hlutverk nýs formanns að betur miðla hver við erum, hvert við erum að fara og hvers vegna við. Skerpa á þeirri sín. Skerpa á þeirri sín sem Píratar hafa og hvers vegna við erum hérna ennþá og okkur við höfum þessu óbylandi trú á að hvernig við gerum hlutina er til bóta og umbóta fyrir samfélagi heild sinni. Svo ég held að upplýsingagjöf og hvernig við komum þessu á framfæri, svo líka bara ótrúlega erfitt að við erum þetta næstu í orði bara þjóðaríþrótt að slíta og fara til kosninga sko. Ég þetta komið svo gott einhvern veginn, það var 16, 17, 21, svo 24. Við náum einhvern veginn, við náum einhvern veginn aldrei að taka, við náum einu heilu kjörtímabili held ég að þingi. Og það gerir þetta að verkum að fólk verður líka bara drull þreytt. Ég skil það vel. Svo það líka, við þurfum að vera með skýra skilaboð, við þurfum að einblína afskaplega vel á upplýsingagjöf og við þurfum að vera
betri að hrósa okkur og tala alla þá vinnu og allt það starf sem við höfum náð. Hluti sem hefur komið í umræðina út af því að við hefum verið fyrst eða þú veist, í fórustu fyrir málefni eins og skaðaminnkun, eins og fullt af borgar, þú veist, það alls konar umræði sem á sér stað sem kemur frá þingfólki og borgar- og bæjarstjórnarfólki Pírata. En við þurfum líka að geta sagt það, sko, og við höfum ekki verið nægilega góð í að gera það. Nei. Myndirðu skilgreina þig til vinstri miðju eða til hægri eða myndirðu bara ekki vilja skilgreina þig á þessum skala? Þetta spyrðu hvárum. Veistu, ég skil... Ég skil hvað þú. Já, hvað inn í tvíkynhyggjun ertu? Hver á hana sumarbústað? Já eða nei? Já, hver á hana sumarbústað? Veistu, ég skilgreini mig til framtíðar. Ég held að allt pólitískt afl sem mun hafa einhvers konar færi á að breyta hlutum á Íslandi verður að skilja að það er ekki íhaldssemi heldur framtíðarsýn sem þarf að byggja á grunnþjónustu sem vissulega hefðbundið kalla vinstri en hún þarf líka að byggja á rétti og sjálfsörkunarrétti sérstaklega einstaklinga til að vera nákvæmlega eins og þau eru. Svo ég held að á ég ekki bara svara það sama og ég geri þegar ég fæ hina spurninguna. Bara bæði og einhvers staðar þar á milli. En svona í lokin, hver brýnt að þínu mati að fólk sem upplifir sig landlaust í pólitík, við erum að tala sko sósíalista, vinstri græna, Pírata, enginn af þessum 3 flokkum á þingi núna, að tala að þú veist, atkvæði hafa fallið niður dauð og sumt fólk sér ekki að það eigi sér mikla málsvara. Hve mikilvægt að reyna að blása til einhvers konar sameiningar úr þessum þjóðarbrotum að þínu viti fyrir kannski upptakti sveitarstjórnarkosninga nú þegar eða að minnstakosti ekki síðan en fyrir næstu alþingiskosningar? Já, ég held að það brýnar en næstu alþingiskosningar. Já. Ég held að fólk sakni flokks sem eða sakni afla sem vilja fagleg vinnubrögð, vilja uppfæra umbótir í kerfunum okkar sem einhvern veginn stanslaust eru búin til með gött. Við gerum ekki mjög mikið í að uppfæra þessa blessu löggjöf okkar og við erum stanslaust einhvern veginn að búa til meira löggjöf á þess að sjá í stærri mynd og það sem Pírata líka geta að hafa haft sjón til. En vissulega sakna fólk líka alvöru flokk sem skilur að umhverfismál eru mannréttindamál. Það ekkert flókið. Og að fátækt ekki bara, þú veist, það kemur til þess að kynlífsverka fólki og hvernig það hefur verið erfitt í umræði í mörg ár. Þú veist, grundvöllurinn bak við það sem, þú veist, ef þú talar mansal, ef þú talar fátækt, ef þú talar þú veist, tvíþáttan geð og fíknivanda, þetta eru allt málefni sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir marga flokka og sósíalista líka. Ég meina, ég held að það margt sem sameiginlegt en við þurfum að ná saman bæði málefni hvors annars en líka þessa snertifleti út að við höfum margt og mikið sameiginlegt. Hvort að það verður í kosningabandalagi eða hvort að það verður með sérstökum listum hér eða annar staðar í sveitastjórn. Það eina sem ég veit að það ótrúlega mikið og margt öflugt sem á sér stað og hefur gerst líka í borgarstjórn með 5 flokkum sem á afskaplega stuttum tíma hefur náð árangri, sko. En myndu beita þér fyrir því að Píratar reyna að sameinast öðrum flokkum fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar eða viltu bara segja hér og nú Píratar munu einir bjóða fram í næstu borgarstjórnarkosningum hér í Reykjavík? Það held ég sé ekki rétta spurningin. Nei. Ég held að rétta spurningin hvernig ég sem formaður vil nálgast ekki bara þetta embætti, heldur þessi samtölu sem þurfa að eiga sér stað. Þetta auðvitað sveitarstjórnarkosningar og það hafa auðvitað verið formin annarra flokka sem beinlínis hafa farið út og sagt við munum aldrei bjóða fram í Reykjavík nema í nafni flokksins. Eða við munum bara, þú veist,
gefum þessu aðeins tækifæri, það er erfitt í þessum 3 flokkum allan sem þú nefnir eða hefur verið og það þarf að ná sátt. Við þurfum að geta átt samtöl, hvort sem að það er innan flokks, utan flokks eða flokka á milli. Ég ætla ekki að alhafa hér. En þú ert opið fyrir öllum möguleikum? Að sjálfsögðu. Og ég muni, þú veist, ég er opið fyrir samtöl með öllum á flestum forsetum. Nema kannski fasistum. Það eru prýðileg lokaorð. Mér líst vel að það ástöði þér. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, kærþakki fyrir komuna, til hamingju enn og aftur með þennan sögulega titil að vera fyrsti formaður Pírata og gangi ykkur vel. Kæra þakkir. Og ekki fyrir langt, við höldum áfram hér eftir andartak. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Herðu, þá er komin tími til að slá á þráðinn til Helenar Ólafsdóttur, öryggis sérfræðings, blessuð. Blessaður. Herðu, það sem að okkur langar að ræða núna eru svona njósnaforrit. Hvernig verið að fylgjast með fólki linnulaust alla daga út allan heim? Já, ég var á mjög skemmtilegri talaði á mjög skemmtilegri ráðstefnu í síðustu viku sem var í Nígeríu. Þar sem við vorum að fjalla einmitt njósnaforrit. Það var reyndar í tengslu við svona kannski fátækari ríki og ríki þar sem kannski minna lýðræði. En það er alveg ótrúlega, mér finnst þetta. Já, þetta er náttúrulega ekki bara hættulegt, heldur þetta að gerast svo hratt að ríkin sem að náttúrulega eru kannski með lélegt regluverk og kannski ekki eins öfluga stjórnsýslu, er ekki með lagaramma, en svo náttúrulega fór ég bara að skoða þetta í tengslu við Vesturlönd og Ísland og þá náttúrulega kemur í ljós að við erum í rauninni heldur ekki með lagaramman fyrir njósnaforrit. En ef við byrjum bara í Nígeríu, þar sem að í þessum fátækari löndum sem eru með minni innviði, minni regluverk, hvaða afleiðingar hefur þetta? Hver er að nota þetta í hvaða tilgangi? Já, Pegasus sem er frægasta forritið sem allt var vitlaust út af fyrir nokkrum árum sem að margir hafa heyrt af sem er framleitt í Ísrael af fyrirtæki, einkafyrirtæki. Og þetta einkafyrirtæki bara að þó þetta sé einkafyrirtæki þá er það samt þannig, þetta er skilgreint svona military wear, þannig að varnarmálaráðuneytið í Ísrael það verður að leyfa útflutning á þessu njósnaforriti. En það kom sérst í ljós fyrir nokkrum árum að í það minnsta einhverjir 180 blaðamenn í 20 löndum var verið að fylgjast með í gegnum þetta forrit. Og þetta voru lönd eins og Indland, þetta var Marokkó, Azerbaijan, Ungverjaland og svo framvegis. Það eru alls konar lönd, skilurðu. En máli er það að í ríkjum þar sem að þú ert með bara slagsíðu, hvað var þar lýðræði, að þá er núna svo auðvelt fyrir óprúttna aðila, eða ríkisstjórnir, alræðisstjórnir, að kaupa bara þetta forrit og þeir geta fylgst með hverjum einasta manni í sínu umdæmi, þú veist, innan síns ríkis sem sagt, og fylgst þá sérstaklega með aðgerðasinnum og svo framvegis. Og þetta er, þú veist ekki af því að þetta forrit sé í símanum. Það er engin leið og þú þarft ekki einu svona að aktiveita þetta forrit. Þú þarft ekki að íta á neitt. Þetta er ekki eins og þegar maður fær svona einhvern phishing e-mail, heldur er þetta bara þannig að þetta bara sjálfa aktivitast og þetta er bara í símanum og sá sem að er á forritið eða kaupir forritið, hann í rauninni sér allt sem gerist í símanum, bara spegill af símanum. En svo fór ég líka og við fórum að tala þess þetta er ekki bara kannski að maður hafi áhyggjur af þessu innan einhvers ríkis. Nú skulum við átta okkur á því að leyniþjónustan í Ísrael, það er alveg 100% líkur því að leyniþjónustan í Ísrael sé að sjálfsögðu að nota þetta njósnaforrit. Og þá er spurningin hvar er hún að nota þetta njósnaforrit? Vantanlega ekki bara í Ísrael. Þannig að þetta er rosalegt áhyggjuefni og það er bara vantar allan lagaramma
og umræðu finnst mér bara á líka Vesturlöndum varðandi hvernig við ætlum að nota, hvernig ætlum við að snúa okkur að þessu forriti. Vegna þess að við getum farið út í það varðandi Ísland, lagaramman og svona loopholes, eins og ég kalla. En ef við skoðum aðeins hvað forriti getur fylgst með í símanum, það fylgist með öllu sem að þú skrifar og sendir og myndar og annað slíkt. Og tekur náttúrulega upp öllu samtöl og en getur það líka nota síman sem raunverulega upptökutæki þannig að það sé verið að taka upp þegar þú ert ekki að nota síman. Ég veit. Þú kannast við að það er svo margir sem hafa þessa tilfinningu. Ég nefndi bara Timberland skó í gær í hádeginu og það kom en auglýsing bara til minn daginn eftir. Ætli að fara ekki bara eftir símanum og hvað fólk með kveikt á varðandi þess að það eru option sem þú ætti að fara inn í og tjekka á með Google og annað að þessi. En þú sér þetta forrit aldrei þannig að þú getur ekki sagt að þetta forrit má hafa aðganga þessu þannig að þú sér það aldrei. Og þá kannski önnur spurning, hvernig kemst þetta forrit inn í síma minn? Hvernig veit ég hvort að ég er með þetta forrit í símanum mínum eða ekki? Það er hægt að, það eru sem sagt með hjálp tækni aðila að sjá svona forensic, svona eitthvað sem, en þú þarft að fara með þetta til sérfræðings til þess að láta skanna símann og sjá hvort það sé eitthvað forensic evidence að það sé í símannin. Þú finnur þetta ekki sjálfur, og síðan er annað með þetta að ekki nú kunnir, á þessa tækni. Svo er annað sem er svolítið athyglisvert með þetta, hvert upplýsingarnar fara, því þær fara síðan í eitthvað skilurðu. Og geymslan og hvernig síðan þó að NSO fyrirtæki sem að selja þennan hugbúnað leiti algjörlega fyrir það að þeir hafi aðgang af þessum skýjum, þá er ekkert, ég meina, hvað veitum við um það? Þannig að þetta gæti verið alveg massífur njósnaheimur sem að bara fyrirtæki sjálft hafi kannski accessa skilurðu allan heim. Þannig að við vitum það í rauninni ekki þó að fyrirtæki hafi þverneita fyrir það að þeir hafi áframhaldandi aðgang af þessum upplýsingum og kaupir forritið. En svo er það að eitthvað safnar upplýsingunum, allt sem að ég segi og geri og allt sem að þú segir og gerir og þá þarf náttúrulega eitthvað að fara yfir þetta. Og það er náttúrulega til núna með gervigreind og svona þá er þetta að skanna raunverulega gríðalegt magn af upplýsingum í leit að einhverjum tilteknum atriðum. Þannig að sá sem er að njósna getur raunverulega fylgst bæði miklu lengur og ítalara með hverjum einum og líklega þá líka fylgst með miklu stærri hópi fólks. Já, algjörlega. Og gerist miklu hraðar einmitt þegar þú ert ekki að vera að fylgjast með einum hverjum og hinum. En þetta virðist að vera allan í þessum málum sem að koma upp og hafa verið að koma upp. Þá klárlega verið að nota þetta spyware. Þetta yfirleitt keypt í einhverjum tilgangi að þeirra ríkisstjórnir eru að kaupa þetta. Ef það er eitthvað opinbert það skiluru, að þá er þetta yfirleitt nota sem war against terror. Þetta er alltaf í tengsl við hryðjuverka, svona rannsóknir og svona þjóðaröryggi. Það er alltaf nota en vandamálið er að þeir sem eru að poppa upp í þessum málum sem hafa verið að aktivistar og blaðamenn sem að vita þeir eru undir smásjáni, þeir láta bara tjekka á símanum sínum skiluru og þeir sem eru svona high level og þá að koma í ljós að þetta klárlega beint mjög mikið af aðgerðsinnum og blaðamennum sem eru að náttúrulega helsta tækið í því að halda að fjórða stoðin í því að hafa eftirlit með stjórnvöldum. Og ein leiðin fyrir stjórnvöld til þess að réttlæta njósninnar er að skilgreina fleiri sem hryðjuverkasamtök eins og Trump-ríkisstjórnin er að skilgreina Antifa-hreyfinguna sem er náttúrulega mjög óskipulögð og óljós hreyfing, þannig að þetta skilgreinir alveg hvern sem er nálægt því og svo hafa stjórnvöld sagt sem að blaðamaðurinn sem að tók viðtal við þennan sem að átti af eitthvað tengsl við hryðjuverkasamtök að við fylgjumst líka með honum og þannig stekkar netið. Já, það er endalaust þetta kom einhverju svoleiðis ástæður en það sem að ég var sérstaklega var að horfa í þetta út frá minni vinnu í mestmegnis í Afríku og Miðausturlöndum og einmitt notkun á þessu, mögulega notkun á þessu og þá vorum við einmitt að skoða þetta í löndum þar sem kannski ekki mjög opinber fjármagn, hvernig stjórnvöld fara með fjármagn kannski ekkert eins mikið opinbert eins og hjá okkur á Íslandi. Þannig að það er svo rosalega erfitt að vita hvort að ríkisstjórnir sem eru einhverjar alræðisstjórnir, það sem lýðræðishalli, eru að kaupa þetta einhvers staðar til hliðar í gegnum sínar
bara leyni þjónustur eða þú veist, í tengslum við þjóðaröryggi og eru svo farnir að fylgjast með eigin þegnum. En sko það sem við vorum að skoða var þá hvernig getur reynt að stemma stigu við þessu. Þannig að það var svona ýmislegt rætt í tengslu við löggjöf og líka bara þú veist hvað eru rauðu flöggin sko. Þegar þú sérð allt í einu þú veist uppteki það vera að allt í einu að fangilsa fleiri en venjulega einhverju svona blaðamenn eða aðgerða sinna. Þú veist þá þarf alltaf að spyrja af hverju þessi þú veist mikla aukning í því. Það líka hægt að fylgjast með og reyna að hafa svona meiri, þú veist, vera meira opin fyrir því hvað lögregla og öryggistofnanir eru að kaupa inn og hvaða samninga þessi lönd eru að gera við önnur ríki. Þú veist, hvað felst í til dæmis einhverjum þjóðaröryggis eða samstarfssamningi hermál eða varnarmál milli ríkja og einhver klausa í þeim sem innirfelur einmitt einhverja eftirlitsstarfsemi. Það er svona ýmislegt sem að þú veist þessi kannski bara við sem þegnar þurfum að vera opin fyrir. Þú veist að spyrja réttu spurningana og svona fylgjast með bara hver eru trendin, hvað er að gerast í kringum okkur. Til þess að svona, þú veist, átt okkur að hvort það sé einmitt einhver svona aukið eftirlit með þegnunum í kannski trássi við persónuleg. En þú byrjar að tala fátækjarríki og þau sem hafa kannski minni svona ríkistóðir. En við þekkjum það í sögunni að til dæmis eins og Mossad telur sig geta eiginlega njósnað hvað sem er vegna þess að þeir eru að fást við svona tilvistarlega ógnir ríkisins. Það sama á við leyniþjónustu Bandaríkjanna, það var alltaf talið sig geta njósnað hvað sem er. Má þá ekki ætla að þessi fyrirbrigði nýti sér þessa tækni og séu raunverulega bara njósnað eiginlega nánast hvað sem er? Jú, algjörlega. Og það er það sem ég nefndi sko, þetta er ekkert bundi núna við ríkið. Ég myndi til dæmis ekkert vera hissa á því að það væri allt í einu fyndist eitthvað svona forrit á íslenskum aðgerðasinnum sko, eða blaðmönnum og við vitum það bara sjálfa þegar Wikileaks dæmið var og Kristinn Hrafnsson var viðrifinn það mál þegar var fyrsta ópenbarlega árásin sem að gerðist í Bagdad þar sem var skotið á óbreytta borgara og þessi vinsla varð á heima sko á RÚV að þá var alveg nokkuð ljóst að það var verið að fylgjast með þeim af bandarísku leyniþjónustunni. Þetta kom upp sko. Þannig að með þessum þú þarft ekki einu svona fysikal lengur að vera á staðnum sko. Nú ertu bara, þú bara tengist í gegnum skýin og í gegnum símana og í gegnum alla þessa tækni. Þannig að það er rosalega góð bók sem heitir Techno-Feudalism sem er eftir Yanis Varoufakis sem er frá Grikklandi sem margir þekkja sem fyrrverandi fjármálaráðherra Grikklands og er mikill sósíalisti og mikill aðgerðasinni. En hann fjallar í þessari bók hættuna varðandi sko hver á upplýsingarnar. Og raunverulega það að við erum eiginlega bara svona komin í postkapitalist samfélag þar sem að þú veist upplýsingarnar og skýin og öll þessi tækni sem okkur stjórna við erum, þú veist, það er allt í gegnum síman. Þannig að það er svo auðvelt að komast í okkar privacy og allt okkar líf, skilurðu. Þannig að þetta er auðvelt að komast að þessu með þessum forritum sko. Við erum búin að gefa svolítið mikið eftir af okkar burðum til þess að verjast gegn svona árásum á persónuvernd og friðhelgi einkalífsins bara með því að við erum öll í þessum tækjum og þarna er, ég meina það, þú veist, hvort sem það er Microsoft eða hvað það er eða hvað ský sem við erum nota. Þetta tengist allt inn í þessar örfáu samþjöppun á örfáum aðilum sem eiga hreinlega öll þessi forrit og samþjöppun upplýsingar er orðið mjög mikil. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að taka svolítið alvarlega sko. Ég held að við séum svolítið svoandi fyrir þessu. Nú getum að sé fyrir sér hvað leyniþjónustur og ríki eru að rannsaka og þau eru náttúrulega bara að verja valdhafana og telja að öll ógn við þeim sé skaðleg og réttlæti það að fylgjast með. En fyrirtæki sem að safna þessu saman, þau náttúrulega safna þessu saman til þess að geta selt okkur eitthvað meira, en er það ekki eitthvað meira sem að þau gætu nota þessar upplýsingar í heldur en bara að komast að því að mér vantar til þennan tegunda skóm? Og ég held að sé líka mikið, við erum alltaf verið að tala skautun í fjölmiðlum, þú veist, það er verið að reyna að, það er verið að eyða fleiri milljörðum í það að reyna að móta okkur og fá okkur til liðs við ákveðna hugmyndafræði og þannig að þú veist, þú getur targeta til dæmis ungt fólk, það er mjög mikið gert í gegnum TikTok núna orðið og aðra miðla þar sem að það er bara hreinlega
bara, þú veist, kerfisbundið verið að targeta unga menn, þú veist, í tilgangi til þess að draga á meira til hægri, í hægra aukahyggju. Þannig að þú veist, þú getur notað þessa tækni náttúrulega í öllum tilgangi. Vandamáli sem ég vildi kannski svolítið tala lagarammin og til dæmis varðandi Ísland. Þú veist, við erum með lagaramma sem byggir á evrópska lagarammanum þessi mál sem sem sagt frá Evrópusambandinu runnin í gegnum EES vandarlega sem bara, já, það GDPR, það sem General Data Protection Regulation. Og en sko þessi GDPR minnist ekki á spyware. Þú veist, það ekkert sérstök klósa þessi njósna forrit. Þannig að, og til dæmis í okkar reglugerð þá talað rafræna vöktun. En þú veist, hún ennþá okkar tungumálið í lagarammanum meira svona eins og þú veist, þú sést að hlera, skilurðu, alveg fysiskt, sko, fysikal. Þannig að þú veist, og það var svolítið athyglisvert, það var nefnilega Venisar nefndin sem svona ákveðin nefnd innan Evrópuráðsins sem fylgist meðal annars með hlutum í tengslu við persónuvernd og annað, setti ákveðna spurningar fram fyrir Ísland til þess að spyrja einmitt notkun á spyware og á Íslandi, þá var spurningin svona, what kind of data, if any, could be collected by spyware? Hvers konar upplýsingar, ef einhverjar, geta verið safnað saman af njósnaforriti. Og svarið var einhvern veginn, þú veist, að við erum með þessa lagaramma frá Evrópusambandinu. Þú veist, það aldrei talað að þeir séu ekki að nota spyware. Það aldrei talað við erum ekki að nota njósnaforrit. Heldur sagt bara að, þú veist, það bara stuðst við, já, þú veist, það hægt að, undir ákveðnum kringumstæðum hægt að fara í upplýsingar hjá viðkomandi út af einhverjum, þú veist, að því þú fær lagalega heimild til þess, vantarlega. En basically Ísland hefur enga skýra lagalega hindrun gegn notkun ríkisins á þessum njósnahugbúnaði, þessu forriti. Og verndarréttindi, þú veist, í persónuvernd og gagnsæi, það má alltaf, eins og við vitum, það má takmarka það eða fella það niður eða þú vísar í þjóðaröryggi eða eitthvað sakamál. Þannig að þú veist, og svo líka erum við ekki með neina, þú veist, við erum ekki komin þangað. Við erum náttúrulega með lögreglu, við erum sérstaklega með nefndum eftirlit með lögreglu frá 2017, þú veist, sem sjálfstæði stjórnsýslunefnd sem skipuð af ráðherra, þar að segja nefndin skipuð af ráðherra en Mannréttindastofa Íslands sem með aðalaðninni og Lögmannafélag Íslands og svo held ég ráðherra skiparinn, þú veist, þannig að þetta eru 3 manneskjur sem og svo kemur út árleg skýrsla varðandi, þú veist, brot eða svo þegar fólk að rapportera, en þetta ekki njósnaforrit náttúrulega, þetta ekki persónuvernd per se, þetta bara hvernig lögreglan haga sér. En ég bara svona nefna á það sem eitt avenue ef fólk telur það sé verið að spæja það, en má samt ekki ætla að til dæmis persónuverndarlög sem að banna mér að safna persónulegum upplýsingum þig og banna raunverulega líka ríkinu nema með einhverjum tilgreindum ástæðum, einu sem þurfti dómsúrskurð, núna hefur lögreglan meiri heimildi til svona forvirkar rannsóknar svo kallað, þannig að þið geta farið að fylgjast með þér ef þeir hafa grun að þú sett að gera eitthvað, en kannski ekki í svona jafn stóru mæli og við erum að tala núna. Ekki samt að það eitthvað í lagaumhverfinu sem að raunverulega, þótt þetta sé ekki nefnt að það sé bannað að setja njósnaforrit í símaðinn, að þá bannað að safna upplýsingum þig, persónu upplýsingum þig og geyma þær og sýsla í þeim. Já, en sko ef þú ert með þetta mál sko að það sé út af einhverjum ástæðum sem að fer þá í gegnum að þú fáir heimild til þess að hlera, að þá það enginn sem að bannar þér að nota þá Pegasus, skilurðu mig. Þú getur farið í allt samkvæmt því, vegna þess að í rauninni lagaraminn svolítið, hann sko, og við erum ekki að tala um að geyma upplýsingarnar og nota þær í öðrum tilgangi, en punkturinn þessi að lögin eru svolítið úrelt því þau ger ekki ráð fyrir þessu svona rosalega umsvifamiklu, þú veist, að þú getur fylgst með svona gjörsamlega, sko. Þannig að við erum að tala bara svona einhverju, þú veist, lögin meða bara einhverjum gömlum hlerunartækjum, sko, en ná í rauninni ekki yfir ógnirnar sem að geta komið undan spilliforritum vegna þess að leið og þú ert búinn að safna upplýsingunum,
þá til dæmis myndi fyrsta spurning hjá mér, ef að þetta yrði notað einhverjum tilgangi, þú veist, hver er verndin að þú veist, að fyrirtæki sem keyptir þetta frá sig ekki notið einhverjum annarlegum tilgangi, er möguleiki á að hakka sig inn og komast í þú veist, í þessar upplýsingar. Þannig að þú veist, við þurfum að skoða hvort við ættum hreinlega að banna notkun á þessum tækjum, að meðan við getum ekki verið viss það að þessar upplýsingar sé ekki hægt að hakka þær utanfrá, þú veist. Það er punkturinn, sko. Það er bara engin skýr lagaleg heimild notkun á spyware. Í faktist séð gæti lögreglan í einhverjum, þú veist, tilgangi þjóðaröryggis, keypt þetta forrit, nota það, en nota síðan bara sömu persónu, þú veist, bara sömu lögin, sko, yfir persónulögin, en þú veist, og farið alveg eftir því, en við bara vitum að það er líka hægt að nota þetta þá í einhverjum annarlegum tilgangi og við vitum það að lögreglan er ekki 100%. Við vitum það að það hafa verið, sem sagt, menn innan lögregluna sem hafa misnotað sem sagt, aðstöðu sínas, ekki satt. Bara selt þriðja aðila upplýsingar sem við fengu í vinnunni. Eða voru með þessi vinnunni að afla upplýsingar fyrir þriðja aðila. Það komum líka fram að mótorhjólamanninn. Einmitt, og það er nefnilega vandamál og þau eru komið svona rosalega umsögumiklar upplýsingar að þá eru við komið bara á svolítið annan stað, sko. Já, og kannski það sem að við verðum varð við þessa Evrópureglur til þess að reyna að venda persónu upplýsingar okkar á vefnum við erum alltaf að svara þegar við förum inn á F-síður hvort að megi setja á kökur sem allir maður sé ekki búin að verja allavega svona 2 mánuðum að ævi sinni í því að svara þessum fyrir spurningum. Já, neytandi, já. En sko, þú veist, þetta grefur vandamáli að þeir eru ekki með skýran lagarama, að þá býrðu til mögulega misnotkun, þú veist. Það sem er hægt að kannski njósnabúnaður, þú veist, í fjarveru skýrar löggjafar, skiljur þá getur notkun njósnarhugbúnaður eða forrits farið fram utan formlegra heimildar og án gagnsæis og það náttúrulega grefur undan fyrirsjáanleika, eftirliti og ábyrgð. Og reglurnar þurfa til að vera þannig að kerfið virki sem ég held eigi ekki við þetta með kökurnar, sko, því að það getur vel verið að bæði ég og þú hafum einhvern tímann að eitthvað það sem að við samþykjum að verði sett í njósnaforritin í síman, að því að vera að steypa yfir mann allt og mikið upplýsingum. Í stað fyrir að langa einfaldast bara að banna þessa kökur, sko. Nema það sem eru nauðsynlega til þess að sko vefurinn virki, en til þess að safna auka upplýsingum, þetta er bara að banna það. En svo bara líka eins og í Bretlandi, þar sem ég er mest svona þessi dagana, að þá vitum við að þú veist, það er búið að teygja rosalega mikið hryðjuverkalögin og það er rosalegt sko hvernig það er verið að nota hryðjuverkalög til þess að bara að þú veist, grípa niður eða að þröngva niður aktivismannum í kringum til dæmis Palestínu. Þannig að þú veist, þú getur séð fram á að því að sko við erum með svona stjórnvöld í dag sem að kannski maður myndi telja að væri svona á miðunni með þetta. En hvað gerist ef við fáum stjórnvöld sem eru bara ultra hægri, þú veist, sem eru bara tilbúin til þess að, þannig að ef við erum ekki búin að styrkja lagaramann, allt svona lúphól getur orðið mjög slæmt til framtíðar. Það getur verið þannig að réttindavernd sko bara almenningsræðilega falli niður, þar sem inngripi verður hvað mest, til dæmis ef allt í einu er farið að nota spilliforrit, þá ert að skapa einmitt þessa hættu á misnotkun á þess að hafa síðan sett upp viðeigandi eftirlit og réttindi, bara lýðréttindi, bara, þú veist, fara niður á sama tíma. Við sáum þetta í Bandaríkjunum, það sem að er verið að skilgreina Antifa sem hryðjuverkasamtök og öll þau samtök sem hafa tengt þau og ég veit ekki hvernig niðurstaðan var það var að vera ræðað í alvörunni að demokrataflokkurinn, lýðræðislegi sósíaldemokrataflokkurinn sem að meðal annars Mandani er félag í að það átt að skilgreina hann vegna tengsla við Antifa sem hryðjuverkasamtök, þannig að það er að teygja þetta. Á Íslandi var engin vandi að skilgreina bara samstöðuna og ég veit ekki hvað og hvað sem sko hryðjuverkasamtök. Því að við tölum við fólk sem ekki er beint á línu stjórnvalda. En hugsaði hans út í þetta, sko, svona nútíma þessi njósnabúnaður eða forrit eins og Pegasus, þú veist, þetta, hann líka, sko, að því við erum að tala um þú veist, lögreglan getur farið í til dæmis netþjóna til þess að ná í upplýsingar í sakamálum, ekki satt, þú veist. En Pegasus, hann sniðgengur algjörlega þennan fjarskipta, þú veist, strúktúr.
þú veist, infrastruktúrun í fjarskiptum hjá okkur vegna þess að hann dregur gögnin beint af tækinu yfir á ytri netþjón, skilurðu. Þannig að hann fer ekki gegnum símafyrirtæki eða fellur ekki undir þar af leiðandi kannski hlerunarlög. Þú veist, þetta rosalega, það margt í þessu sem maður þarf að skoða vegna þess að, þú veist, hvað þá brotið og við ættum að vera með einhver sérstakar, við þurfum að fara að uppdata lögin okkar bara til þess að ef það til dæmis erlendur aðili sem að nota þetta á Íslandi í þeim tilgangi að draga upplýsingar frá Íslendingum sem að þess og inn á einhvern annan netþjón. Þetta orðinn gagnaflutningur sem náttúrulega kólólöglegur en það engin skýr lagagrundvöllur til þess að tækla þetta, skilur við. Eitt sem að mér langar að spyrja sem að tengist þessu líklega ekki þessi ráðstöðu sem þú varst á því að það hefur verið svolítið svona umfjöllunum að því að við erum náttúrulega í heimi þess sem hægt að fylgjast með okkur bara allan tíman og ef það hægt þá það öllu getur gert, þannig það bara. Og þá hefa svona félagsfræðingar og sagnfræðingar og heimspekingar verið að benda á það að þarna sé verið að taka af okkur svona persónuverndina sem að við raunverulega höfðum aldrei að því að hún eiginlega bara til dæmis ný uppfinning að forfeður okkar til dæmis ólust upp á baðstofu sem allir sváfu bara inn í sömu skemmunni og það mátti ekki prumpa á þess að allir vissu það og þannig að við höfðum eiginlega aldrei vendað engalíf sem aðri sáu ekki. Það voru allir með nefið í hvers manns koppi, eins og sagt er. Einmitt. Þannig að ég bara verið að velta upp, kannski þessi skammi tími þar sem við höfðum allavega hugmyndin að við gátum vendað persónulíf okkar, að hann farinn og kannski það ekki svona, ég veit ekki, kannski það ekki sama svona menningarlega sokkið og maður geti haldið maður sér það fyrir sér að mannkynið hafi raunverulega aldrei haft þetta. Nei, einmitt. En við þurfum að fara að kalla eftir að því að þetta náttúrulega bara nýr veruleiki það sem við erum allt inni með öll þessi tæki. Við erum bara öll inni í einni risastóri baðstofu. Akkurat og við þurfum að fara að kalla eftir bara miklu skýrari lagaramma, skilurðu. Það sem við verðum bara að fara að krefjast þess hreinlega að við fáum einhver lög yfir þetta. Mér finnst líka þetta með að því ég var að tala um teknofjútalism þú veist líka bara með gervigreindinni og allt þetta, við erum alveg langt á eftir. Við erum ekki að hlutinir að gera hryllilega hratt núna að þú veist, en ég myndi gjarnan vilja að því að allt okkar hjal þjóðaröryggi talar til dæmis netárásir á okkur í svona einhverjum svona hernaðarlegum tilgangi yfirleitt finnst mér, vera svona, þú veist, rússneskir hakkarar eða það sé hakkarar sem eru að valda tjóni hjá fyrirtækjum til dæmis, þú veist, að eyðileggja systemin þeirra og hakka inn í og svona. En við erum ekki farin að bregðast við heiminum eins og í dag. Það sem ég var að fjalla svolítið mikið á þessari ráðstefnu var í rauninni þessi þróun út frá til dæmis í tengslum við öryggisstofnanir. Og ég var sérstaklega að horfa í að ef að öryggisstofnanir heims og leyniþjónustur eru farnar að nota svona forrit og samstarf þeirra síðan við tæknigeira sem það sem gríðarleg samþjöppun, þú veist, þetta eru örfá fyrirtæki, örfáir aðilar, þú veist, sem eru halda í rauninni sem eru með hvort sem Meta eða Google eða þú veist, Microsoft og vandamálið er að við erum líka að sjá mjög þróunin til dæmis í kringum Gaza og hvernig hefur verið notaður hugbúnaður hefur verið notaður með gervigreind og síðan notkun af þessum njósnaforritum. Þú veist, við erum að sjá, þú veist, þetta er svo stór hættulegt fyrir bara framtíðin okkar og lýðræðið. Þú veist, vegna þess að þetta gerir svo rosalega hratt og óbrútnir aðilar og vopnafyrirtækin eru komin í slagtó með tæknirísunum. Og þú getur ímyndað þegar við erum komin með dróna, þegar við erum komin með öll þessi njósnafyrirtæki, þegar við erum komin með, þú veist, framtíðar bara róbóta sem er núna verið að fara að framleiða og allt þetta. Að, þú veist, þetta er bara svona Orwellian framtíð ef við erum sofandi fyrir þessu. En þetta er bara orðið
Þetta er raunveruleiki inn í fréttunum að því að maður getur séð fyrir sig svona fréttir þar sem að einhver maður frá Palestínu sem að kannski fremur eitthvað afbrot og þá heyrir við fljótlega hann hafi haft tengsl við Hamas eða eitthvað hryðjuverkasamtök. Það er öllu líkitu bara byggt á einhverjum upplýsingum frá Mossad sem að hefur tengt hann við að því að hringdi einu sinni í frændamann sem að hafði tengst einhverju þessu slíku og það er viðgöngu með þessar upplýsingar bara eins og þetta sé bara einhver heilagur sannleikur. En að öllu líkjum þetta langstæðstur hluta byggt á einhverju svona upplýsingarneti sem að safnar og tengir saman fólk og skilgreinir sko bara góðan hluta af samfélaginu sem hættulegt. Já, við erum bara að tala um það að það er bara verið að normalisera fyrir okkur. Notkun á þessum alls konar. Ég meina, það er enginn sem kippir sér upp í það að til dæmis notkun á það var hérna Ísrael og þessi bíberar sem þeir sendu hérna til Hezbollah og svo sprakk þetta inn á alls konar heimilum og fullt af fólki sem ekkert endilega, bara börn sem að jafnvel urðu bara hreinlega dói þarna í þessum árásum. En sko það er verið að normalisera hvernig við notum tæknina, jafnvel bara innan samfélagana, skilurðu. Þú ert ekki targeta bara þennan einstaka hryðjuverkamann eða þú veist, og nú getum við nú farið að tala um hver er hryðjuverkamaður og hver er ekki. En ég bara segja sko að við erum komin á þann stað að af því Vesturlönd sitja bara þegjandi og til dæmis þegar Pegasus þegar þetta kom upp, það var þetta svona rosalega mikið í fréttum í einhvern ákveðin tíma en Vesturlönd hafi ekki brugðist við með til dæmis að herða eftirlit með þessu eða að banna þetta. Af hverju skildi það nú vera til dæmis að Evrópusambandið, þú veist, nú vitum við að Ungverjaland er búin að vera að nota þetta allavega svo við vitum, að af hverju þú veist, erum við ekki bara að tala um að banna þetta vegna þess, og ég segi það ekki sko að þú getur verið með eitthvað njósnaforrit og þú getur haft eftirlit með þínum eigin þegnum, en sko árásin og the capability eða þess að utan að komandi aðilar, hvort sem það eru Bandaríkin, Ísrael, Kína eða einhverju fleiri, eða Rússar, geta allt í einu fara að nota bara þessa mjög auðvöldu tækni til þess að penetrita, þú veist, allt okkar líf. Þannig að væri ekki bara betra að þú veist, reyna að banna þetta og vera svo með einhvern gagnvirkt eftirlit það að enginn af okkar símum og það sé einhver svona, það sem að geti farið og bara láta hreinsa símum, þú veist, við þurfum að fara að tala um þetta. Við þurfum í alvörun að fara að tala svona, sko. Við erum að tala um þetta núna. Já, en ég meina hvar erum við að tala um þetta? Af því ég horfi alltaf náttúrulega á, þú veist, varðandi þjóðaröryggisstefnu Íslands og svona, en ég vola hrædd að þetta er ekki bara Ísland, þetta er Vesturlönd bara eins og ég tala nú ekki þú veist, löndi sem ég vinn í, að tæknirísarnir og hergagnaðinaðurinn og samþjöppun valds og svona, þú veist, þeir eru að vinna, þú veist, við höfum ekki ívið að halda lýðræðin okkar í takt við þessa hröðu þróun á gervigreind og njósnaferðum. Það getur verið svona hugsanarleysi stjórnvalda, það getur líka verið það að stjórnvald sjáu fyrir sér að þau þurfa að nota þetta sjálf. Það held ég sé nefnilega máli, sko, að þú veist, þau vilja ekki gefa upp þennan möguleika að geta nota þetta. En það sem gerist er það, þegar þú fær síðan aðra önnur stjórnvald komast til til dæmis, ég talinu bara þessi auka hægri, sko. Ef við sjáum allt í þessi auka hægri, eins til dæmis, það má alveg færa rök fyrir því að demokratarnir í Bandaríkjunum, þeir hafi kannski undirbúið svolítið farveginn fyrir Trump, skilurðu mig. Með því að eins og til dæmis með hergagniðinaðinn og með allt þetta lobby og allt þetta, þú veist, það sem að sko, við verðum að fara að segja við, ok, viljum við lýðræðissamfélag eða ekki? Hvað þýðir það? Við verðum að koma í veg fyrir það að ef að einhver svona aukafasískir aðilar komast í valda, hvað sem það er, þú veist, það getur alveg gerst á Íslandi. Við getum alveg farið á okkar, sko. Þannig að ef að það gerist, erum við þá með réttu verndina? Erum við með lagaramman? Þú veist, eða geta þeir bara farið og misnotað og bara virta vettu í gagnsæisskyldu sem að gerast í Bandaríkjunum. Réttaransóknir, uppljóstrarar, gagnsæisskyldur, þetta allt saman, þetta farið. Eitt sem áhugavert í þessu er að almenningur veitir þessu ekki mikla mótspyrnu. Við getum tekið bara eins og eftirlitsmyndavélar sem var mikið rætt kannski fyrir 25 árum og fleira sem eru náttúrulega bara orðnar út allt. Og þá var alltaf, þú Helen, þú
þetta ekki óttast þetta ef þú hefur ekkert að fela það og þetta nýtist okkur vel við rannsóknir á alls konar lögreglumálum og við vitum það er mynd af ræningjanum þar sem hann lappar út úr búðinni og svo má sjá bílinn hans keyra eftir Vesturlandsveginum allt saman til í einhverjum eftirlitsmyndavélum og almenningur virðist vera í krafti þess að ef að þú hefur ekkert að fela þá þarf ekki að óttast að þá er almenningur mjög til í að gefa þetta vald allavega til ríkisins bara furðulega mikið sko. Það er raunverulega andstæðan við þetta sára lítil. Já, ég held bara að fólk sé ekki alveg að gera sér grein fyrir umfanginu á þessu. Það er bara staðreynd, ekki fyrir að kannski lendir í þessu sjálft, ég veit það ekki. Vegna þess að vandamáli er það að sko, þú þarft, það er ekkert mál að þú veist, við vitum að þjóðaröryggis og svona undanþágur alveg, geta verið notaðar og geta verið víðtækar. En við höfum samt held ég ennþá traust á stjórnmálunum okkar. Þú veist, það er nógu mikið traust kannski á Íslandi, gagnvart lögreglunni og okkar yfirvöldum. Við erum með þessa nefnd og svo erum við með persónuvernd. Þannig ég held að fólk, þú veist, ég held að þetta endurspegli bara hversu mikið traust hefur til þína stjórnvalda. Og ef það er mikið traust þá fólk geta hafa miklar áhyggjur af þessu. Ég er hins vegar að benda á það að stjórnvöld breytast og ég er líka að benda á það að ég held að þetta sé ekki endilega innan sko íslensk stjórnvöld geta ekki varið okkur nema svo og svo mikið nema við förum virkilega að taka þessu alvarlega. Þannig að þú veist, ég held að jú, við berum traust til okkar stjórnvalda eflaust en ég er ekki viss að stjórnvöld séu komin að það stað að geta brugðist við til dæmis ef þetta kemur utanfrá. Þú veist, hvaða varnagla erum við með til þess að díla við svoleiðis. Ég held að það sé ekki á staðnum og ég held líka að það sé bara mjög nauðsynlegt að við þurfum að fara að búa til reglugerðina núna hið snarasta utanum þessi njósnaforrit til þess að koma í veg fyrir að verði einhverjir í framtíðinni sem að nýta sér þessar lagalegu gloppur sem að, þú veist, að þetta sé ekki, taki ekki utanum þetta, basically. Það er bara það svona mín skilabúð. Takk fyrir að koma og spjalla við okkur um þetta. Þetta er spyware, þetta kallað á ensku, sem er sambland af njósnum og software. Við höfum kallað þetta njósnaforrit en við getum kannski kallað þetta bara njósnarita eða eitthvað svoleiðis. Já, ég finna nýtt orðið við þetta ef þetta er ekki komið. Já, njósnariti, ég ætla að leggja það til, njósnariti. Okay. Helen, kæra þakkir, alltaf áhugavert að tala við þig og mörg mikilvæg mál sem að þú leggur alltaf hér á borðið. Kæra þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að sitta hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem er alltaf að breytast eins og við komum fram. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, við fjölluðum hér fyrir skemmstu skýrslu sem gefum var út á dögunum íslenska embættismannakerfið. Hún leggur mat á stöðu þessa kerfis og starfsskilyrði ríkisstarfsmanna held ég að megi segja með hliðsjón af grannlöndum. Nú menn hafa ekki verið á eitt sáttir með þessa skýrslugerð og verið svolítið kláfaði vissa þætti hennar. En í stað þess að ræða við fólk eins og við gerum síðast þessa skýrslu þá fannst mér góð hugmynd að biðja aðalhöfund skýrslunar að koma hér að rauðaborðinu og svara nokkrum spurningum sem kannski er ennþá ósvarað vegna þess að maður veit ekki alveg svona hvað er satt og logið í tengslum við það sem fjallað hefur verið tengslu við þetta mál og Sigurbjörg Sigurgestsdóttir stjórnsýslufræðingur, vertu velkomin til okkar. Takk hérlega, takk fyrir að bjóða mér. Já, það er bara gaman að fá þig. Það er rétt með farið hjá mér að þú ert aðalhöfundur skýrslunnar. Ég myndi ekki segja að ég sé aðalhöfundur. Nei, við unnum mjög þétt saman heimi. 3 embættismenn og 1 fyrirverandi ráðuneytisstjóri. Já. Og ég verð nú að segja það. Þetta tók lengri tíma heldur en að við höfum séð fyrir og það var meðal annars út á stjórnarskiptum. Já. Og líka þegar maður skoðar þetta þá
þegar svona truflun verður á, við þurfum að bíða, hvað segir næsti ráðherra, vill hann halda áfram með verkefnið, þá heldur maður svona svolítið að sér höndum, að því að fá grænljós og halda áfram með þetta og klára þetta. Og það sem þá gerist það að þegar maður kemur að borðinu aftur og fyrir að setja sig inn í þetta, að það tekur smá tíma bara hreinlega til að fá hjólinn aftur til að snúast. Þannig að þegar þetta dregst svona langinn af ástæðum sem að við höfðum ekkert með að gera, að þá verður þetta svona svolítið óskilvirt. Sko ekki vegna þess að hvernig við unnum, heldur bara aðstæðunum, skilurinn. Öll vorum við að vinna þetta samhliða fullu starfi. Eða flest. En það sem að náðist, sem að við þetta eitt af því ánæglegasta sem ég kemur út úr þessu starfi. Og það það að þessi hópur náði mjög alveg saman. Það myndaðist mjög mikið traust og það var þannig að stundum létum við ekki eina einustu setningu fyrir því. Það var bara velt við öllum steinum. Og hvað áttu við með, getur vorið þetta svona, er þetta ná þessu sem við erum að gera hérna í þessum samanburði? Af því þetta er flókin vinna. Það er ekki bara það að afla upplýsinga frá 7-8 öðrum löndum og það þurfti að vera upplýsingar sem voru samkvæmt ákvæmnu formati vegna þess að við erum að reyna að fara að bera þetta saman og þá þýðir ekki að safna bara einhverjum upplýsingum. Við þurfum að fylgja ákveðnu svona template eða svona formúlu til þess að geta gert það samanburðarhæft þvert á löndin. Þannig það var töluvert mikið vinna og það er nýlundan í þessari rannsókn og hafandi unnið yfir hennar langa tíma og með svona flóknar upplýsingar og vandasamar upplýsingar. Hvað voru þetta mörg ár? Við byrjum í febrúar 23. Þannig þetta tæp 2,5 ár, ekki satt. Öll að vinna þetta með samleiður starfi, fullu starfi og hérna það var bara þannig í þessum hópi, við gátum bara sagt allt og bara krufið texta, hvers annars, engin tepruskapur, alveg bara svakalega mikið traust og góður andi. Og þegar ég verið að hugsa þetta, 2,5 ár, þar sem við erum öll að vinna þetta með fullu starfi og gera þannig 8 landa samanburð, og því ég ber þetta saman við dönsku skýrsluna, ráðgjafan okkar, fyrirverandi ráðuneytisstjóri í danska stjórnarráðinu, Bo Smith, hann fór fyrir teymi 2014 til 2015 og þegar hann fór á stað, þá fekk hann til liðs við sig til að vinna með sér, hann fekk fullkomna skrifstofastöðu, hann fekk 3 starfsmenn á fullum launum og í fullri vinnu og þar voru 2 háskólamenntaðir. Síðan fekk hann fjármagn til þess að fara út, hafa ráðstefnur, kynningafundi, samráðsfundi og afla upplýsinga. Þarna eru 4 í fullri vinnu með þetta. Og það tók svona rúmt ár, 1,5 ár. Og það var engin samanburður milli landa. Nei. Við vorum með samanburður milli landa og svo mikið veit ég, þess að ég er búin að stunda það í mínu rannsóknum, að vera með samanburður milli landa. Og það er bara annars árið flókið. Og maður þarf að vanda sig alveg sérstaklega vel. Það er svo auðvelt, Björn, að taka okkur að hugmynd, þetta kerfi lítur svona út og fara eitthvað að yfirfæra þá annað, það gengur aldrei. Við þurfum að skoða þetta miklu betur. En einn ástæða þess að þú leggur þessa áherslu á frelsið og það er kannski svo undirliggjandi að það hefur oft verið talað einhver svona þöggunar element hérna, hvað varðar íslenska vinnu. Er það ekki? Ég veit ekki hvort það... Og svona, við hefum oft heyrt það að loka drög ákveðinar vinnu, samantekta að þau séu orðin opaslega svona fínpússuð og það sé svolítið komið broddurinn úr því en það var semst ekki þarna. Nei, vegna þess að þetta er pjúra rannsóknarvinna og við erum með geysilega mikið magna af upplýsingum. Og þetta þegar við erum með fínpúsning og yfirferð, þá verðum við líka að passa okkur á því að orða hlutin rétt þess að vera ekki misvísandi eða geta skapað misskilning. Vegna þess að það sem að gerist í svona ferli, við söfnum fullt af gögnum, við reynsum gögnin og vinnum með þau
Og við spyrjum okkur alltaf, þegar við erum í greiningunni, einhverjar vísbendingar hérna? Að því við getum ekki fara að koma ykkur á tillögur eða hugmyndir á þess að það sé þessi mjög góða stóði í gögnunum okkar. Og það er þessi tenging, hún þarf að vera algjörlega rekjanleg. Hvaðan höfum við þessa hugmynd? Hvaða vísbendingar eru þetta? Og hvað geta það verið að gefa okkur hérna til kynna? Ok, þá erum við komið þangað, þá erum við komið ályktunum og svo tillögur. Þetta er bara ákveðið ferli og það verður að vera rekjanlegt. Og út af það gengur svona þessi hreinsun á hráum gögnum og alveg niður í tillögur. Og rannsóknina mínar í þessu sem eru einstakar, alveg einstakar, hefur aldrei verið gert hér áður, voru viðtöl við 8 fyrirverandi ráðherra og 2 af þeim voru svo kalluð pilot viðtöl. Það er að segja tilraunarsamtal þar sem ég er að prófa viðtalsvísirinn minn og fá ábendingar frá tilraunadýrunum mínum sem voru tilbúin til að láta taka við þetta viðtal án þess að vera með í úrtækinu. Þannig að ég er að prófa viðtalsvísinn og aðtók hvernig virkar hann og hvernig er hægt að skilja þetta. Ef ég er orðað svona og svona er hægt að misskilja það. Þetta þarf maður að passa vel upp á. Þetta eru bara akademiska rannsóknir og maður þarf að halda því algjörlega til enda. Og svo talaði ég við 7 fyrrverandi ráðuneytisstjóra. Og það ríkti svo mikið traust þarna, Björn, að ég fekk að taka hvert einasta viðtal upp á símann minn. Og vitandi það, jú, að ég mun eyða þeim leið og skýrslan er birt og komin út. Og vitandi það að það er ég ein sem er að vinna úr gögnunum. Ég þurfti að skrifa allt upp, ég gæti ekki látið þetta í hendunarunum aðstofamanni, þetta er allt á þekkt nöfn í samfélaginu, þeir verða að fá að njóta algjörs trúnaðar. Og þessi vinna er bara topp gæðavinna til að tryggja gæði upplýsingana. Þetta er mikið vegar upplýsingar sem verðum að fá það fram. Þetta voru ráðherrar, fyrirverandi ráðherrar sem höfðu verið starfandi í ríkisstjórn einhver tímann á tímabilinu frá 1990 til 2018 og saman með ráðuneytisstjórnina og bæði kallar og konur og þannig að ég hafði mjög góðan prófíl og alveg sérlega áhugaverð viðtöl, svo einlæg og svo opin. Öllum bauðst að fá handritið til sín til yfirlestrar. Sumi vildu það, sem vildu ekki. Nei, ég bara treysti þér, Sigurbjörg, bara sérðum þetta. Þannig að gögnin fóru í gegnum fínustu kempingu sem getur farið með svona akademisk gögn í gegnum. Og að því litunum til er þessi rannsóknarvinna sem að ég sá einum, sem það er viðtalsrannsóknar, mjög vönduð og þetta er ég bara sjálf búin að vera að kenna í 15 ár. Og fekk stranga þjálfum í þessu. Þannig að við erum mjög svolítið einstakt efnið þarna. Og ég segi gjarnan við fólk sem er að tala við mig þessa skýrslu núna, það sem skiptir mestu máli, þess að átta okkur á því hvað er þetta í raun og veru sem við erum að tala um. Hvað snýst þessi skýrsla? Lesiði viðtölum við ráðherrana, lesiði viðtölum við ráðuneytisstjórana, sjáðu hvernig það er allt saman tekið saman þarna og bara vel að merkja þegar þú rapporterar svona, þegar þú skilar svona í prent, þá þarf það að ganga þannig úr skugga gögnin og viðtalsgögnin að það sé ekkert í þeim sem getur gefið eitthvað til kynna að það setja rekja þetta til einhvers einstaklings. Já, heyrðu, það var ábyggilega hann sem sagði þetta, ætlar hann ekki að tala við þennan, ætlar hann ekki að tala við hinn. Leið og það gerist, Björn, þá er bara fólk búið að grafa undan trúurleika skýrslunar. Þannig að þetta þarf að vinnast af alveg sérstakar nákvæmni og út af það til dæmis gekk áreiðanleika könnunum mín. Ég lét áreiðanleika testa þetta í 2, jafnvel 3 þrepum. Spurði fólk, ok, lestu núna fyrir mig yfir þessi viðtöl og þetta eru fyrirverandi ráðherrar. Segðu mér hvort að þér finnst þú vera þekkja ykkur ráðherran eða ykkur ráðuneytisstjóran úr þessum hópi. Ekkert til dæminu, ekkert. En áður við förum í svona helstu niðurstöður, bara til að afgreiða það. Mokkanum fannst skipta mestu máli að segja lesendum á forsíðu að gaf í skyn að þetta hefði nú verið sukk og hérna hvað var að kostnaðin við skýrsluna og hann hefði orðið 5-faldur á við það sem aðvar stemt, bara svo svarir því hér. Já, nú veit ég ekki sjálf hvað
nú veit ég sjálf ekki hver endanlegu kostnaður en ég held að hann sé afskaplega sko lítill á miðað við dönsku skýrsluna, ráðgjafinn okkar Bósmith sem var ráðuneytisstjóri í danska stjórnarráðinu. Hann vissi nákvæmlega hver kostnaður minn verður, hver laun mín voru við þetta og hann sagði mér sýnist það bara að vera mjög moderate svo ekki sem sagt og svo sagði hann mér allan kostnaðinn sem núna á dönsku skýrslunni uppreiknað 105 milljónir og ég ansið þetta með ykkur myndi súpa kvæljur ef þeir heyrðu það tölu hér. Hvað var 2025 áætlað? Já, og hjá okkur. Gæti hafa verið 2025 sko. Og þá ég gerir ráð fyrir því að þar séu ýmis önnur ráðgjafarstörf og líka þarna inn í þessu ákveðið samráð yfirlestur, faglegur yfirlestur til að tryggja sér allt í lagi. En það segir mér það enginn með 25 milljónir. Þetta náttúrulega bara hlægilegt verð fyrir svona vinnu. Fyrir sko 363 blaðsíður, Björn. Skýrslan hans bó var 378. Hvað heldur að mókanum gangi til með þessum fréttaflutningi? Bara ég ekki búin að lesa neitt af því sem birtist í Morgunblaðinu. Svo ég get bara alltaf sagt nokkuð skapaða hlut það. Var kannski best að spyrja þá. Þú vísar allavega sukki til föður húsana. Já, ég bara hvaðan í ósköpunum hafa þeir sín viðmið. Þeir ættu að vita þá sko með skýrslun hans bó. Og það var hérna fyrir nokkrum árum síðan einhver tók saman hvað rannsóknarskýrsla Alþingis kostaði á sínum tíma og svo Lehman Brothers þegar úttektin var gerð á þeirri skýrslu og það var svona þessi svakalegi mikli munur hvað rannsóknarskýrslan þó hún hefði komið eitthvað 300 milljónir á sínum tíma og uppfært núna á 500 og eitthvað milljónir uppfærið kostnaðurinn á Lehman Brothers skýrslunni sem Examiners gerðu á sínu tíma er 8,9 miljardar byrja þetta saman og ég fæ ekki varist því Björn að veltaði fyrir mig hérna á hvaða verðum eru við sérfræðingarna hér á Íslandi að selja okkur Ólafur Þórn Harðarsson benti líka á það hér í þætti daginn að það var það náttúrulega mestu að vinna hún væri góð, að hún væri vönduð, mistök gæti verið mjög dýr og svo framvegis þannig að við skulum hætta að ræða þetta. En hver er skilgreiningin á embættismanni og hvað eru þeir margir í þessu landi? Nú það sem við reyndum að gera og ég man ekki töluðanlega við, þetta getur bara fólk séð í skýrslunni, en við fengum meðal annars það verkefni að skoða fjölda embættismanna og hvernig embættismennur skilgreindir. Í grófum dráttum var viðmiðið það að embættismaður er embættismaður vegna þess að það talið meðal hans rétt að hann njóti ekki verkfallsréttar, hann geti ekki farið í verkfall. Það er svona lykilstarfsmenn. Við afmörkuðum okkur í vinnunni, í skýrslunni okkar, þá afmörkuðum við okkur við þá embættismenn sem vinna í hvað mestri daglegri nálægð við ráðherra, við stjórnmálamenn. Vegna þess að okkur var falið að skoða þetta samspil á milli embættismanna og stjórnmálamanna. Og þá höfðum við náttúrulega fyrirmyndina fyrir okkur í þessari skýrslu Bósmith sem fjallaði einmitt þetta samspil á milli ráðherra og embættismanna. Svo við erum ekki að líta til undirstofnana eða stofnana. Fókusin okkar er á ráðuneytunum og þeim sem eru þar í gegna þar mestu eða æðstu stöðum og þess vegna snerist rannsóknin mín ráðuneytisstjórana og ráðherrana og þetta samspil sem þar er á milli og þessi samskipti hvernig þið eru og hvað þarf til þess að þau séu góð, skilvirk og áhrifarík. Fyrir titillinn er kjölfesta í hringiðu lýðræðisins, ekki satt? Já. Og nú sko ef ég set mig í spor viðmælenda þinna embættismanna þá og ég myndi horfa yfir minn feril þá væri ég örugglega líklegur til þess að tala þannig að mín störf hefði verið kjölfestan í hringiðu lýðræðisins vonandi væri ég ánægður með mín störf sem embættismaður en
ráðherrarnir, töluðu þeir líka þannig að þetta sé kórréttur titill, hvað var það flest sjónarmið þeirra sem þú kynntir þér? Við bárum nú ekki titlan neitt undir einn eða neitt sko. Nei, ég bara meina svona. Það sem ég vildi, það er náttúrulega að fá tækifæri til þess, Björn, að útskýra hvað við lögðum í þetta, annars vegar kjölfesta, hringiða og lýðræði. Sko, merkingin í þessum kjölfestuna en það embættismenn, þeir eru alla jafna 5 til 7 ár þarna inni í sínu störfum og summin lengur á endurráðningu. Og í rannsóknum mínum, bæði hér heima á Íslandi og erlendis, þó ég búin að komast að því að stofnanaminni á þessum leveli, á þessu stigi innan stjórnsýslunnar er algjört lykilatriði til að gera ekki bara stefnumótandi feiljur, til að verða ekki á mistök, til að gleyma ekki hvað náðist langt, hvað náðist þetta verkefni langt þegar við varum að taka hérna fyrir síðast. Af hverju datt það upp fyrir? Hvað snerist ágreiningunum sem þarna var? Hverju tóku þátt í því? Því yfirleitt er svona ekki bókaði fundagerðir, Björn. En þarna getur maður alveg séð hverju tóku þátt í þessu verkefni? Þetta geymist bara í minnum fólks. Þetta er yfirleitt ekki eitthvað sem er skráð. Og það sem skiptir líka miklu máli er það er þetta stofnanaminni milli þeirra sem eru efst í stígveldinu. Ráðherra og ráðuneytisstjóra. Það sem þar gerist er trúnaðarmál. Það er undanþegið upplýsingalögum og á að vera það að mínum dómi. Og þess vegna þarf að vera alveg, við þurfum virkilega að fara að gera það hér heima á Íslandi, að fara að beina sjónum okkar að ráðuneytisstjórum og þjálfum þeirra. Hvernig er þetta fólk þjálfað? Getum við tryggt að þeir sé að vinna svipað yfir öll ráðuneytin og það er ekki bara tekið upp af sko bara engu að ég er að benda á mikilvægi þess að það kemur fram í viðtölum ráðherrana sjálfra og það var miklu oftar minnst á stofnanaminnið með ráðherrana heldur en með ráðuneytisstjórana og það er til þess sem kjölfestan vísar. Ráðherrar koma og fara og stundum búum við óstöðuleika og skamt ríkisstjórn á milli. Þá er þarna hópur embættismanna og sérfræðinga sem og sem veit hvað á að byrja, hvað er rásmarkiði núna. En það eru líka dæmi að ráðuneytisstjórar hafa bara verið handvaldir út í bæ. Já. Var ekki einn ríkisskattstjóri eða skattstjóri? Man ekki alveg hvernig þetta var, en sko þú segir handvaldur. Já, og koma reynslu litlir. Já, mér finnst þetta að vera svolítið áhyggjuefni og við verðum að fara að hugsa þetta svona svolítið upp á nýtt. Alls það sem ég hef komið og verið að taka viðtöl þessi samskipti og samspil ráðherra og ráðuneytisstjóra. Danmörk, Bretland, Írland, Ástralía, Nýja-Sjáland. Þetta er allstaðar sko meiri háttar umfjöldunarefni. Það sem fókusin er einmitt á þessum tengslum og hvernig getum við treyst eða tryggt það að ráðherrarnir okkar sem eru lýðkjörnir og þeir hafa valdið að þeir komi að ráðuneytum, þeir geta verið alveg vissir það að þarna tekur bara við honum lykilpersóna sem er tilbúin fyrir hann með sitt staff, með sitt teymi sem er bara tilbúin við rásmarki þegar nýr ráðherri kemur. Og við þurfum að fara að beina sjónum okkar betur af því hvernig þjálfum við okkar ráðuneytisstjóra. Eru þeir að fara í gegnum samskonar ferli við ráðningu, fá þeir sambarilega þjálfun til að þjóna hvaða ráðherra sem er og hvaða flokki sem er. Þetta er allstaðar. Fókusir á þetta. Í Bretland eru 45 ráðherrar með ráðuneytisstjórar. Og það er ekki 45 ráðuneyti en ráðuneytisstjórar eru starfandi svona víða í kerfinu. Það er sérstaklega haldið utan um hóp niður í Cabinet Office. Sérstakt þjálfunarprógram, sérstakt svona frammistöðumatsprógram sem allir koma einu svona ári í viðtal. Frammistöðumat. Að því að bara tala svo mikilvægt að þarna sé fyrir embættismaður sem ráðherra getur treyst 100%. Og ef það er handvalinn að forvera hans í starfi, nú bæ, og ef forvera hans í starfi er alls ekki í sama stjórnmálaflokk, þá getur viðkomandi embættismaður og staða hans fyrir því svolítið uppnámi. Vegna svo kemur inn nýr ráðherra
Og þarna verðum við að taka inn þetta mannlega element, Björn. Við erum bara öll mannleg og þessi maskína sem við erum að tala um, government machinery, hún er bara samansett af fólki. Þetta er ekki skrúur og boltar og transistórar og eitthvað svolítið stótari. Þetta er allt fólk. Og þetta er fólk sem á heilmikið undir hvort öðru. Ráðherrar hafa bara 4 ár og ráðuneytisstjórar sem þekkja skyldu sína á ábyrgð, þeir eiga að vita í svona faglegum embættismannakerfum eins og okkar kerfi heyrundir, svona norðvestur Evrópa er með svona almennt séð faglega embættismannakerfi. Þeir vita að hluta þeirra skyldu er að segja satt og þora að segja ráðherranum eins og er á þess að hafi eftirmála. En nú er þannig með sumar stöður að það þarf strangt ráðningarferli. Er það rétt skili hjá mér að segja ef Kristrúnu Frostadóttur myndi nú bara sinnast við eigin forsætis ráðuneytisstjóra að hún gæti bara vikið honum frá eða valið nýjan ef henni sýndi sem svo? Hvernig er það? Ég hef ekki að segja bara þú veist að raunverulega það gæti það. Já. Er það umhugsunarefni? Það er umhugsunarefni. Það sem að gerist þegar, og það er ekkert óeðlilegt að komið eitthvað upp í samskiptum ráðuneytisstjóra og ráðherra sem veldur núningi og erfileikum hjá ráðherra að treysta. Ráðherrar verða að treysta 100%. Þeir verða að fá aðstæður þar sem þeim eru sköpuð skilyrði til að hugsa uppátt. Á þess að hafa ykkur að fjúki eitthvað út, sko. En kemistrían á milli okkar er mjög ólík og það getur svona hentað ákveðinni manngerð að vinna með kannski ákveðinni manngerð af ráðuneytisstjóra, myndi einhver spyrja. Já, leyfðu mér að koma með kemistrína og eftir, ég ætla að klára þetta hérna. Faktin sé þá getur hún það, en það er áhyggjefni. Þar sem ég er búin að skoða þetta, vegna þá eru aðilar sem taka, þá hefur ráðherrann samband við fulltrúin í Cabinet Office sem sér framistöðumatið og heldur utan ráðuneytisstjóra hópinn, samar að segja á Nýja Sjálandi, þetta eru svona public service systems commissions, þetta eru nefndir, þetta eru stofnanir sem eru sjálfstæðar í störfum sínum en eru innan stjórnvalda, ríkisvaldsins. Þá bara kallaði the commissioner eða yfirmaður skrifstofunar er kallað til, hann ræði við báða aðila og finnur svona úrlausn á málinu. Þannig að það þarf að vera góð rök fyrir því að þú sért að víkja til hliðar ráðuneytisstjóra og í litlum kerfum, Björn, þá er þetta bara mjög dýr leið vegna þess að þeir eru ráðinir upp á ákveðið tímabil, það getur verið það séu kannski 3 ár eftir eða 4 ár eftir. Og með því gæti tapast mikið stofnanaminni. Tapast stofnanaminni og það líka hvað þið voru að gera við manneskjuna meðan. Senda hann til Brussel eða Genf eða við þurfum að koma í starfvegstöðar af því hún er á fullum launum. Þú ert að tala um kemistríu. Mér fannst þetta svo áhugavert. Þetta kom fram í viðtalinu hjá mér, rannsókninni, að sko kemistrían verður að vera rétt og það er bara hár rétt. Það þarf að komast á þetta trúnaðarsamband. Og ráðuneytisstjórar þeir þurfa að vera þjálfaði þannig að þeir kunna að vinna með hvaða fólki sem er og átta sig á því, já, heyrðu, hún er svona þarf ég að orða kannski hlutinu svona þetta var mjög diplomatiskur og næmur í svona viðtalstækni. Hvernig er hægt að þjálfa það? Sérstöku þjálfunarprogrammi. Fyrir það fyrsta þjálfunarprogram. Þeir þurfa að fara í gegnum ákveði svona nálarauga í úrvalinu þegar farið í gegnum valið og þá eru alls konar test og viðtöl og nefndu það bara í þessu ferli. En ég fór að tala þessa kemistríu niður í Cabinet Office og líka fór og var bara með sjálfstæða rannsókna sem hluta mínu háskólarannsóknaverkefni sem prófessor út í háskóla og þá fór ég og í Vestur-Ástralíu sem er sko state level sem er ríkisstjórn þess fylkis í Ástralíu og svo New South Wales og Nýja Sjálands og ég fór alltaf hvað leggið þið í þetta kemistríu? Hvað leggið því svona kemistrían þurfa að vera rétt? Og þá sagður, ég myndi nú ekki alveg lýsa þessu sambandi þannig. Það er svona megin, það er eins og sé bara sko determined, það er bara allt og deterministic, það er eins og sé bara einhver fasti. En þetta samband er engin fasti. Bæði ráðherrann og ráðuneytisstjórnin geta haft áhrif á það. Við lýsum þessu frekar svona þú veist sko, þetta er svona ákveðin dans og þú bara passar það að stíga ekkit á
tærnar á einum en einum. Og mér fannst það svolítið sniðug og kunstug svona við samlíking, en mér fannst það áhugavert vegna þess að manst eftir því. Það er stundum haft eftir henni Margaret Thatcher. The lady is not for turning. Jú. Skilur, þarna kemur líkingamálið. Þetta bara setur það í allt annað svona perspektíf. Og þetta var svolítið skemmtilegt. Og þeir segja það að þegar þú líkir þessu saman við dans, þá veistu að þú getur haft áhrif. Og þú veist að í dansinu þá þarft að þjálfa. En þetta er kannski snúnar en ella í svona fámennu landi þar sem er náttúrulega alltaf tengsla og klíkuskapur í öllu og við höfum kannski átt í smá vandræðum með að hefja okkur upp úr hinnu persónulega yfir í þið faglega. Bara á öllum sviðum, það bara segir sig sjálft. Það er nálæðar vandinn. Hann er áskorun. Það er það. Já. Og þess vegna þurfum við eiginlega að vanda okkur ennþá betur. Já, akkurat. Við þurfum bara að vanda okkur ennþá betur og þess vegna erum við með þessum stundum að tala illa skrifræði. Já. Af því að í skrifræðinu það felst í því að við erum með skráðar reglur. Já. Hvernig í hvers konar farveg fer þetta mál, hvernig er það afgreitt, hver eru málsmeðferðarreglunar og fylgja þessu mjög að hér er verið að tryggja réttaröryggi samborgarana. Og samur að segja með þetta valferli þegar við erum að auglýsa eða að fara að ráða nýja embættismenn að þeir fari allir í gegnum alveinsferli og það sem skiptir máli í því er það að tryggja að það sé ferlið sé alveg sambarlegt til þess að tryggja líka réttaröryggi þeirra sem þarna er að sækja að allir fái eins meðferð. Er þetta bæði eiginlega og meginlega rannsókn? Já, hún er það. Getum við þá talað um niðurstöður? Já, sko það er að tala um niðurstöður, það er alveg rétt. Hver er áhugaverðasta niðurstaðan og svo sem skiptir mestu máli fyrir samfélagið að þínu viti? Já, það sem að ég vil segja, og nú bara fyrirgeðu, ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus þar að því ég hef talað um þetta áður. Þú átt ekki vera hlutlaus. Já, sko en svona sem rannsakandi, þá hefur áhugamáli mitt einmitt verið þessi hlutur. Hvernig ráðum við inn í áhrifastöðunar? Og ég hef lengi talað fyrir því og þetta kemur fram til dæmis í skýrslunni sem að lögð var til grundvallar breytingu á stjórnarráðslögunum á sínum tíma sem tók í gildi 2011 og þar var lögð til grundvallar skýrsla sem var einmitt rannsóknarvinna og mikið við að minna svona samanburð á milli landa og skýrslan svo hét samhent stjórnsýsla og kemur hérna í kjölfar hrunsins og þá var lagt til að það yrði sett upp svona miðlæg eining sem tryggði það að það ferli sem umsækjendur í áhrifastöður og æðstu embætti að þeir fari allir í gegnum sambærilegt ferli og það veri heldið utanum það af sömu aðilum. Og þessi tillaga kom líka fram í skýrslu sem skrifa fyrir fjármálaráðherra 2012 og ég var einmitt líka í þeim hópi og þá sérðu það að þetta hefur verið mér svolítið hjartarsmál lengi og mér finnst það vera eitt af svona stórum málunum sem verður að leggja til þarna að verði þarna miðlæg eining til að tryggja gæði vinnunar sem liggur að baki ráðningum og við viljum líka gera breytingar á því vegna þess að eftir stjórnarráðslögin 2011 þá voru settar upp þessar hæfnisnefndir og flestir af þeim sem ég talaði við töldu það vera verulega mikið til bóta og miklu betra heldur en það sem áður var sem var miklu handahófuskendara. Hins vegar þá eru menn byrjaðir aðeins að missa trúna á þessum hæfnisnefndum og þær eru aukt megin að kemur líka fram í fjölda umsóknar sem við svona dottið niður að það virðist ekki vera nægilega svona trú á því ferli og það er ekki nægilega traustvekjandi. Það er persónulega... Já, og þá fórum við að skoða þetta. Það er ekki það hvernig unnið er, Björn. Af því það er bara ágætast að fólk sem vil vinna vel og fer algjörlega eftir bókinni en það er dapurlegt til þess að vita þetta frábæra fólk af því það var handvalið af einum og sama ráðherranum sem er að ráða þessa viðkomandi manneskju sem er að fara í gegnum ferlið. Og þannig að það sem við erum að leggja til að ráðherrar komi ekki einir að því að skipa hæfnisnefndina.
Þarna verða fleiri að koma að og það það sem gerir ferlið sjálft ótrúverðugt, jafnvel þó að vinnan sé góð af þeim sem eru í nefndinni. Ráðherra í lófalagið að velja þannig í nefndina að geti miðað að einni fyrirframgefinni niðurstöðu. Já, það getur verið að velja svona með mjög mikilvæg hlutrækning og kannski formannin þarna sem hann myndi vilja velja sem væri hans flokksmaður eða hefði þá hagsmuni svona bak við eyra þó allt eigi að vera óháð pólitík, en þá þessi freisting mjög ríkjandi hérna og ekki bara á Íslandi. Ég finn fyrir þessu hvar sem ég kem að það þrýstingur í þá átt og hlustaðu nú vel, það þrýstingur í þá átt að gera fagleg embættismannakerfi eins og eru á Norðurlöndunum og eins og eru í enskumælandi löndunum fyrir utan Bandaríkin að gera þau pólitískari. Og stjórnmálamenn geti sjálfur valið sér ráðuneytisstjórana og svona einhver efsta lagið í kerfinu. Þá ertu komið pólitískt embættismannakerfi og það allt öðruvísi embættismannakerfi. Ef við förum þá leið, þá þarf að taka bara umræðum það. Til í stíl á það? Nú, vel eða illa, þetta bara mismunandi kerfi, en það eru svona meiri hættur. Þú geldur varhug við þeirri þróun? Ég geld varhug við því og núna höfum við kannski svona yktasta dæmið af svona pólitísku embættismannakerfi. Við höfum það núna fyrir augunum, Björn, og það eru Bandaríkin. Og það sem við erum að leggja áherslu á það hvernig tengjast embættismannakerfi þessari þrískiptingu valdsins, löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Nú, embættismennir sem við erum að fókusera á í framkvæmdarvaldinu. Og núna sjáum við yktasta dæmi þess að við erum með pólitískt embættismannakerfi í Bandaríkjunum. Þar forseti kjörinn í beinni kosningu. Hann velur sér sína ráðherra af því hann höfuð framkvæmdarvaldsins. Og jável svona næstu stigin fyrir neðan eru handvaldir. Þannig að ráðuneytin öll eru orðið mjög pólitísk. Og kosturum við slík kerfi hefur verið einmitt bent á að það getur verið skilvirkara. Þú fljótar ráðurum og framkvæmdarvaldinu, forseta finnst hún að vera fljótara að ná hlutum í gegn. Og á skemmri tíma, það bara 4 ár. Skiljanlegt, maður hefur saman með því. En það sem að gerist í svoleiðis kerfum, og það þess vegna sem ég setja ákveðna varnagla það að það miklu minna viðnám innan framkvæmdarvaldsins gagnvart ákvörðun sem þar eru teknar og fara af stað heldur inn í faglegum embættismannakerfum. Þar bókstaflega skylda og embættismönnum og ráðuneytisstjórum að segja við ráðherra fyrirgefur á það, ég held þessi ekki góð hugmynd. Nei, okkur sýnist líka hér í ráðuneytinu að ef þú ætlar að koma þessi í gegn þá þarf þetta að breyta lögum. Annars þetta að brjóta lög og þá erum við bara öll í vondum málum og kannski þú í verstu málunum. Þannig að þeir eru yfirleitt búin að þeir eru búin að veita þetta viðnám. Þannig að hún fari ekki að því búið skrínina fyrir hugsanlegu lagabróti eða hugsanlegu broti gegn stjórnarskrá. Í Bandaríkjunum, þar sem hefur verið að sjá núna, að það fara ákvarðan út eina af annarri. Og viðnámið minna, en það tekur raun og veru ekki við finn þetta bara komið í kæruferli í dómsvaldinu. Og þá tekur það langan tíma. Og það getur farið öll 3 dómstigin. En þá kannski ákvörðunin búin að hafa slik áhrif að hún búin að valda ákvörðunum skada. Og segjum svo að æðsta dómstigi segir, þessi ákvörðun hefur ekki lagaheimild. Hún hefur ekki lagastóð. Eða hún brot á stjórnarskrá. Þá segjum við það er niðurstaðan. Hvað getur dómsvaldið þá gert? Það ekkert framkvæmdarvaldar. Það verður að treysta á því að það séu þannig embættismenn í framkvæmdarvaldinu að þeir hlýði niðurstöðum dómsins sem aðhaldið við framkvæmdarvaldið og aðhaldið líka við löggjafarvaldið. Það eðli þrískiptingar að þetta svona valdtemprun þá enginn geta misbeitt valdi. Og við erum kannski að sjá yktasta dæmið af svona pólitískum embættismannakerfum í Bandaríkjunum og auðvitað það háð því hverjir skipa þær efstu sætin og valdastöðunar. Og við getum ekki alltaf tryggt að það sé mannskja með mikil heilindi eða með siðferði svona alveg í hæstu hæði með á réttum stað, skulum við segja, á þess að segja nokkuð meira það. Ég var aðeins orðið var við það í svona hægri podcastum hér á landi að stutta útgáfana greining og skýrslunni sé svo að
rætt hafi verið við embættismenn sem vilji auka völd og skipunartíma embættismanna sem komi nú ekki mjög mikið á óvart og ýmsir stjórnmálamenn hafa svona sérstaklega hægri kantinu líka, þeir hafa svolítið verið að svona hjóla í þessa skýrslu, ég er samt ekki viss að þeir séu búin að lesa hana en er mikilvægt að lengja skipunartíma þessara embættismanna sem út fjallum? Já, í lengri en 5 ár 7 ár og ef hann er búin að standa sér vel og við höfum komið því kerfi á stað að það sé framstöðumat ef hann standa sér vel að þá geti hann fengið framlengingu en annars ekki þá bara verður að hætta og ástæðan fyrir þessu er þetta sem ég nefndi á það er stofnanaminnið og að gæta þess að það sé ákveðin stöðuleiki kjölfestan stjórnsýslan þarf að geta virkað algjörlega sem skildi þó að sé kannski stjórnarkreppa stjórnkerfi okkar verður að vera í gangi og það sem við erum að gera er að kíkja undir hútið og sjá bara hvers konar maskin er þetta hana það verður að vera í gangi og allt verður að ganga eðlilega fyrir sig það eru bara afgreiðslur sem þurfa að geta gengið fyrir sig í ákveðnu takti og þess vegna þurfum við ákveðin stöðuleika í þessu þrep pluss það að það nú tundu talað þá verið að mæra það allstað það sé svo mikið vægt að stjórnendur séu góði leiðtogar og séu svona fyrirmyndir og leiði hóp stjórnanda og sérfræðinga gott og vel, ég er hjartanlega sammála því en þá þurfum við líka að geta skapa þau skilyrði að það sé hægt ráðuneytisstjóri, segjum það sem á kannski bara 1,5 ár eftir eða 1 ár eftir og hann er með nýja ráðherra það er í höndum ráðherra ákveða það 6 mánuðum fyrir lok ráðningartímabilsins að segja ég ætla að auglýsa stöðuna ekki ráðuneytisstjóri sem þannig er í þeirri stöðu og þetta gerist líka í Bretlandi, þetta gerist alls þar ef að þeir eru með tímabundinn samning þeir eru bara hægt að veigra við sér þeir eru skyldu sinni að segja heyrðu ráðherra við þurfum að skoða þessa hugmynduldu betur síðan þegar þetta var reynt þá kom þetta og þetta og þetta upp skilur, hann veigra sér við því að gegna þeirri skyldu sinni sem er þetta sem kallar á enskunni speak truth to power en það er ein af skyldum embættismanna í faglegri embættismanna stjórnsýslu eða faglegri embættismannakerfi og þetta er líka faglegu embættiskerfin inn í þessari þrískiptingu valds þau eru ódýrari heldur pólitísku vegna þess að það fer bara heilt lag ofan og út með ráðherrunum og svo nýtt inn en fólk þarf að halda ykkur að launaöryggi ráðuneytisstjórar ég segi það og þess vegna finnst mér þetta mikilvægt þeir verða að búa við ákveðið lágmark starfsöryggi til þess að geta sinnt þessari skyldu sinni líka það að ef hann á 1,5 ár eftir og hann veit ekki hvort hann er komið að fara eftir 1,5 ár hann jafnvel veigra sér við því að beita sér gagnvart skrifstofustjórunum sínum og skipulagt starfi í ráðuneytinu þokkalega en við þurfum að hafa yfirmenn sem treysta sér til að svona stýra og þjálfa teymið sitt og leggja upp línurnar og það sem kemur fram í viðtölum mínum við ráðherrana, ég tala ekki bara við embættismenn, ég tala við ráðherra og það sem kemur fram hjá þeim þegar þau komin í ráðuneyti fyrsta sinn ráðherrar bara hvað ráðuneytisstjórarnir eru mikla lykilpersónur og það sem þetta fólk man og þetta sem það veit, þessi yfirsýn þetta var bara algjörlega lykilatriði fyrir mig til þess að geta komið fætina niður. Það er auðvelt að speikla í því að ráðherrar koma úr öllum áttum og stundum bara 1, 2 og 3. Algjörlega og ég segi bara við þá sem er að tala niður skýrsluna að ég vil halda því fram sjálfa þetta er mjög góð skýrsla, þetta er tímamótaskýrsla ég lofa þér því, þetta er tímamótaskýrsla meðal annars út af þessum samanburði milli landa sem við lögum mikil vinna í og við tölum við ráðuneytisstjóra og ráðherra fyrirverandi og fólk ætti bara að byrja á því að lesa þau viðtöl til þess að átta sig því hvað snýst þessi skýrsla og hvað er það sem við erum að skoða og hvað eru ráðherrarnir þar að segja og ég er búin að hlusta á ráðherra niður í Whitehall niður í bresku stjórnsýslinu þeir eru allir að kalla eftir því bara þetta með stofnanaminni meðal æðstu embættismanna þetta er bara líkil, þetta er algjörlega líflína fyrir okkur vegna þess að
kerfið bara flókið, við munum ekkert öll lög, við komum ekki eins og að þeim á sínu tíma, en við verðum að hafa fólk hjá okkur sem man allt þetta bara punkt og prik og geta vara okkur við, að við sem bara ekki komin út okkur berangur. Diljá Mist, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í ræðu á Alþingi þessa skýrslu: svo heimsmynd sem birtist í þessari skýrslu embættismannakerfi sem aðgreint frá pólitískum valdhöfum í raun afneitun á því lýðræðislega fyrirkomulagi sem grundvöllur íslenskra stjórnsýslu. Svo bætir hún við: embættismannaskýrslan að mínum að til hvorki vöndunni góð og hugmyndirnar sem þar eru settar fram eru vondar. Þar skortir alla sjálfsgagnrýni eða varkárni í garð þess gríðarlega valds sem embættismenn hafa nú þegar í íslensku samfélagi. Þín viðbrögðu þessu? Sko, já, ég ætla að segja bara tvennt um þetta. Ég segi það, ég hef ekkert heyrt áður. Ég heyri það bara í fyrsta skipti núna og mín fyrstu viðbrögðu þessu er þetta er að stærstu hluta þvæla, tómvitleysa. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það þó þessi alþingismaður segir þetta. Mér finnst bara greinilegt að manneskja er ekki búin að lesa skýrsluna. Mér finnst það bara greinilegt. Annarkvort er þetta að hún er bara að segja ykkur tóma þvælu og sem mér heyrist. Eða þá það að hún gerir þetta af ásetturáði að því hún er að tala inn í einhvern hóp. Hún er að tala inn í einhvern svona kjörfylgi sem hún er með, sem finnst þetta fínt og finnst þetta smart. Og þetta er svona sem best með svona vindum að vestan, þar sem verður að tala niður allt embættismannafólk. Það er alveg rétt. Og það eru sko hvernig embættismannakerfið okkar og embættismennir eru talaði niður, það er ekki góður byrjunarpunktur fyrir okkur til að bæta það. Við vorum að ræða þetta aðeins í þættinum í daginn. Ég sagði að ein skýring svona vaxandi andúðar gagnvart þessum stofnanastrúktúr hérna sé líka bara launaskrið, að þessi hópur sem að vinnur hjá hennu opinbera, hann hefur kjör þessa hóps hafa batnað hratt á kostnað einkageirans, getur maður sagt. Einu sinni var það þannig að opinber starfsmaður var jafnvel með lægri laun heldur en hérna í einkamarkaðinum, en hafði alls konar auka fríðindi, en það hefur svona, það er eiginlega hverjum degi einhverja fréttir um svona slagsíðu, þannig að burt séð frá því hvað líður stjórnsýslulegu mikilvægi, þá er svona vaxandi gagnrýni á forréttindin sem felast í því að vera opinber starfsmaður. Ég held að það geti líka spilað hér einhverja rullu. Já, tvennt sem kemur upp í huga með þú segir þetta. Þetta með launin, ég ætla aðeins bara, mér finnst nefnilega eins og það hafi verið, sé búið að vera svolítið stefnan undanfarið að jafna þessi kjör á almenna markaðinum og opinbera markaðinum. Þegar lengi vil þá höfðu þeir sem eru á opinbera markaðinum lægri laun en betri lífeyris kerfi. Já, og meiri veikindarétt og svona meira svigrúm til ef eitthvað kom upp á. Já. En núna á að fara að jafna þetta og auka og styrkja betur lífeyrisréttindi á almenna markaðinum. En þá er líka, þú veist, hann hafði allega verið, sko, það fólk á sér sama level sem að tala, hafði verið með miklu betur laun. Það er eitt sem við ættum að hugsa og ekki, sko, íta út fyrir jöfnuna þegar við erum að hugsa þetta. Hitt sem við vildi nefna, það er það að ég er þeirra skoðunar og ein af ástæðum fyrir því að víða í heiminum eru embættismenn mjög góðu laun og með há laun. Og af hverju er það? Veistu af hverju? Það á ekki að vera hægt að bera á það fé. Þetta er grunnstefið, það á ekki að vera hægt að bera fé á embættismenn. Og þeir eiga að hafa þannig tekjur að þeir eiga ekki að þurfa þess. Þetta er óttinn í spillingu, þetta er óttinn við brúnu umslögin. Og því miður að þá er viðskiptaheimurinn orðið svo öflugur, hann er alþjóðlegur og hann er langt öflugri heldur nú hvert og eitt land fyrir sig. Þannig að þetta er vaxandi þáttur í opinberri stjórnsýslu að gæta þess að það sé ekki verið að bera fé á embættismenn. Þetta er þetta tvennt sem ég myndi vilja nefna við þið hér og nú, en þetta getur við farið nánar onni þetta, en það er bara miklu meira mál. Við skulum bara hittast aftur og ræða spillingu. Ég hef mjög mikið náðu á henni líka. En það fer að líða að lokum hjá okkur. Ég ætlaði samt að svona aðeins í lokin að fá hjá þér sko nokkur orð aðstoðamenn ráðherra. Já. Að hér er það náttúrulega þannig að
maður getur einmitt bara valið hvaða mann sem aðstoðarmann. Maður hefur séð að ráðherrarnir eru stundum kannski ekki nógu flinkir, sko. Þeir eru stundum að velja til sín aðstoðarmann sem kemur úr nákvæmlega sama umhverfi og þeir og bætir því ekki við þekkingu þeirra sem gæti nú verið gott, sérstaklega ef óreyndan ráðherra er að ræða. En í umræðum skýrsluna þá hefur líka komið fram að sko störf aðstoðarmanna ráðherra hér sé ekki endilega þau sömu eða já og í einhverjum nágrannalöndum. Sumir hafa nefnt að við erum ekki með formlega aðstoðar ráðherra hér. Finnst þér sem sagt hérna að þarna sé tækifæri til bætingar eins og sagt á íþróttamáli eitthvað sem við þurfum að endurhugsa hvað varðar þetta? Leið mér að nefna tvennt, sko, þetta með aðstoð, það er bara alltaf umræða. Aðstoðar á þeirra það er alltaf umræða. Það sem að ég vil gera hér að því við bara nokkra myndir eftir að það er þetta með aðstofamennina eða aðstofafólkið. Það kom hvergi fram í viðtölunum mínum að það ætti að fækka þeim. Þeim var fjölgað með stjórnarráðslögunum 9 2011. Hver og einn ráðherra getur tekið með sér 2 aðstoðarmenn og ríkisstjórnin getur skipað sér 3 sem eru þá ráðgjafandur og einhverjum ákveðnum málaflokkum við ríkisstjórnina. Upphaflega hugmyndin af aðstoðarfólkinu var þetta væri einn sem væri sérmenntar og hinn pólitískur. Þetta breyttist í meðförum allsherjarnefndar og núna í það að eru báðir pólitískir. Og verkefni aðstoðarmanna er yfirleitt að svona tryggja og halda baklandi ráðherrans sko góðu flæði þar. Alltaf að sko vera augu og eyru ráðherrans inn í flokkin og flokks umhverfið sko og græsrótina. Og svo sjáður skipulagi, er það ekki líka að einhverju leyti? Skipulagi á dagskrá ráðherrans? Nei, yfirleitt þá er það nú ritari ráðherra. Já, það er ritari ráðherra. Og það var nú eitt af því sem ráðherra myndust á. Algjört krúsíal atriði, góður ritari. Þeir eru með sko upp á hár. Yfirsýn yfir alla vikuna mína, hvar ég er og hvar ég er ekki og hvert ég er að fara. Þetta er frábært fólk. Þetta skaffar ráðuneytið þeim. Og sem nefndi mig þetta og það var enginn sem lagði til að erið fækkað aðstofamönnum frá því sem ég nefndi hérna áðan. En það kom eitt mjög áhugavert og það var það, eitt sagði fleiri neitt, já, þetta kom fram í þeim hjá nokkrum. Það er heldur ekki kannski vanlegt fyrir ráðherra að vera með margar aðstofamenn. Þess að hann þarf að verja sem tíma með þeim. Þetta er allt öðrum samskipti, hann er að leggja allt aðra hluti upp með þeim og hann er að vinna í aðra átt. Það er afmikil tími fyrir það, í staðins að snúa sér ráðuneytinu og vinna með fólkinu á gólfinu og innum skrifstofunum í ráðuneytinu og mynda þar þetta góða traust samband sem þarf að vera milli ráðherra og embættismannakerfisins til þess að ráðherran sé bara fleygur og fær með hvað sem er og með gott faglegt embættismannakerfi á bakvið sig. En aðstofamennirnas, hann getur í samstarfi við ráðuneytisstjóra sett þá í samstarf við skrifstofustjóra eða sérfræðinga til þess að leggja upp ákveðna pólitíska stefnumótun og þeir eiga að vera þar mjög hefa gert mjög góð og verið mjög góð viðbót við ráðuneytin. Hins vegar þá komum við með þá tillögu þannig í þessari skýrslu að hafa þetta svona svipað í Danmörku, því við leitum svolítið til Danmörkur, að leið og búið að lýsa yfir þingrofi og búið nýja kostningar, að þá fari aðstofamenn út eða það er 3 vikur fyrir kostningar að þá eigi þeir að fara út. Þetta er svona til að jafna stöðu allra í kostningabaráttunni og gæta þess að það smitist ekki vinnuafl og vinnukraftur og framlag og innan úr ráðuneytinu og inn í kostningabaráttu sem á þess að geta fara. Þannig að þetta er svona þessi 2 hlutir sem að ég vildi nefna en þetta með aðstofafólk ráðherra mjög mikilvægur hópur og það kom ju athugasemdir bæði frá ráðuneytisstjórum fyrirverandi og líka ráðherrum. Þeir eru ekkert að vera að ráða til sín sem aðstofa fólk
ykkur svona unga open running fótgönguliða í flokknum þeirra heldur að fá sér eitthvað fólk sem bæti þá upp hvort heldur það er pólitískt eða hvað var það málefni ráðuneytisins þannig að svo, ég meina sem ég segði bara líka það á enginn að fá þessi laun sem aðstofa fólk fær sem skrifstofustjóra laun nema að hann sé bara starfísinu vaxinn og hann sé bara vel að því komin að því hann hefur þekkingu, hæfni og hæfni til þess að tengja þess að tvo heima sem mjög mikilvægt. Ég ætla að spyrja þig einnar spurningar í lokinu, þú ræður hvort þú svarar henni, en Ásta Lóa sagði að sér ráðherraembætti fyrir nokkrum mánuðum, heldur það hefði þurft að fara þannig að það hefði verið öðruvísi staff í kringum hana? Ég mjög ákveðin skoðunar þessu, ég vil teita það á skoðun. Endilega. Já. Núna bara pjúra faglegt. Ekkert með persónuna Ásthildi Lóu eða neitt af þessum formunum stjórnarflokkana. Þetta erindi með hana Ásthildi Lóu átti ekkert erindi til forsætisráðherra. Það var ekki forsætisráðherra sem skipaði að valdi Ásthildi Lóu. Það hver og eitt formaður stjórnmálaflokka sem velur sér sína ráðherra. Hafi einhver hérna undan á bæ verið misboðið eftir einhverja gömlu case eða einhver komið hérna upp í fortíðinni með einhver tildegi ráðherra, þá á hún bara að tala við þann formann sem ber ábyrgð á þeirri skipan. Það er hver og eitt formaður flokkana sem velur sín ráðherraefni. Þannig að þetta átti aldrei neitt erindi niður í forsætisráðuneyti. Það er númer 1. 2. Úr því þetta var komin niður í forsætisráðuneyti, þá er það mín skoðun sem er pjúra fagleg, út frá stjórnsýslufræðinni, framsali valds og ábyrgðar og svo framvegis, sem umboðskeðjuna. Kristrún forsætisráðherra hefði aldrei getað veitt þessar konu viðtal án þess að vera búin að hafa samband við þann ráðherra sem máli snýðast eða þann formann sem hún er búin að mynda þessa stjórn með. Þar að segja Ingu Sæland. Þær áttu bara að ráða ráður sín með hvað er að gerast þetta, hvað mannlega skipta, hvert er erindið þannig að þetta mál var bara í mínum huga steindautt, átti aldrei erindin í forsætisráðuneytið, af hverju það forðangað, ég ætla ekki að vera með neina getkantunum það, en Kristrún hefði, eða forsætisráðherra hefði ekki getað boðað þessar manneski til svona fund, til þess að ræða ráðherra í hennar ráðuneyti. Án þess að formaðurinn sem tilnefndi það ráðherraefni væri með. Það er bara pjúra stjórnsýsluleg take á þessu. Stjórnsýslulegur vankantur á þessari málsmeðferð. Þetta var í mínum huga, ég horfa á þetta, mér finnst bara að vera eins og eitthvað della. Og það að þingnefndi sé að verja síðan heilmiklum tíma í þessar bollalengi, menn bara gáttu farið betur með tíman sinni þetta. Þeir gáttu bara fengið eitt álit á þessu. Þetta áttu aldrei neitt erindi í forsætisráðuneyti. En hefur skoðan á fréttamati Ríkisútvarpsins, hvort jafnræðis hafi verið gætt þar, hvort Ásta Lóa hafi verið tekin sömu tökum og ef hefur verið að ræða einhvern ráðherra gömlu valdaflokkana, talandi stofnanaminni og hefðir og venjur? Já, nú skal ég ekki segja. Eins og ég segi, maður getur aldrei getið sér til hvað er í kolli einhvers manns eða hvaða ásetningur er á baki aðgerðum eða fréttaflutningi eða hvað. Ég ætla bara ekkert að taka það að mér, en mitt mat á þessu er þetta. Ég bara segja eins og eins og bara borgara þessi lands. Ég held að bara eins og þetta hafi verið tilraun til að koma að höggja á eitthvað, vegna þess að svo var bara eins og ýmsar staðreyndir málsins sem bara stóðust ekki. Í upphaflega málinu, þannig að mér fannst þetta á alla lund bara í hallarslegasta mál. Og má draga saman á grunni þess sem við hefum nú þegar sagt að þér hafa ekki fundist ástæða til þess að Ásta Lóa segja þessi ráðherraembætti? Ekki frekar en bara margur annar sem kemur með ýmsan farangur inn í nýjar stöður og ný störf og ég meina þegar við erum komin á aldur og geta tekið við störfum sem eru ábyrgðarmikil störf, þá er það nú yfirleitt þannig með okkur öll, við erum með ykkur farangur. Já. Og við erum búin að afgreiða hann sjálf og ganga frá því og gera upp ýmsa hluti og misvel og allt þetta. En við erum bara öll svipastödd. Við komum með farangurinn hingað þangað sem við erum nú í dag. Og það er þetta sem ég var að segja líka þegar við erum að bera saman á milli landa. Það er ávísun á mistök að taka bara eitthvað kerfi eins og það lítur út í dag
og ætla að fara yfirfæra eitthvað beint yfir á íslenska kerfið vegna þess að hvert og eitt kerfi niðurstaða af ákveðnu sögulegri og pólitísku þróun. Það sem stjórnvöld á hverju landi fóru að takast á við eitthvað, leysa einhvern vanda eða skerpa á markmiðum og lagfæra kerfið sitt. Einmitt. Heyrðu, það búið að vera mjög forvitnilegt og fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig, Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, stjórnsýslufræðingur. Við kannski hittumst aftur og fókuserum þá meira á spillingu. Hvernig líst þér á það? Já, ég er nú getur sérfræðingur í spillingu. Ég hef oft sagt að það spilling svona fyrirbæri sem vill ekki láta rannsaka sig þannig að maður getur bara verið með getgáttunum það, sko, en maður getur svo sagt hvað manni finnst það, skilur við, á þess að geta haft nokkur svona mikið af gögnum undirliggjandi, sko. Maður getur séð fyrir sig hvers konar tegund spillingu og hvað finnst manni það. Já. Gott í janúar, maður. Nýmeti. Takk fyrir kærlega fyrir að bjóða mig, takk. Já, kæra þakkir fyrir þetta og til hamingju með þessa skýrslu og takk fyrir að ræða innihald hennar og svara þeirri gagnrýni sem ég hef imbráð á hér. Takk fyrir að gefa mig tækifærið. Já. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Já, við erum hér reglulega á samstöðinu með eitthvað sem við getum kannski kallað neytendahornið og ýmislegt sem rúmast í því. Í dag ætlum við að velta fyrir okkur svona hvernig við getum gert sem best kaup fyrir jólin, hvað ber að varast og svona fleira í þeim efnum. Við erum að ræða skjafabréf. Nú svo náttúrulega nokkur tíðindi hér í það verðbólga að lækka og örlítil vaxtalækkun að baki. Það er svona spurning hvort það að rofa til eitthvað í þeirri mjög svo sligandi hávaxtastefnu sem hér hefur verið og hvað áhrif það geti haft á okkur neytendur. Nú síðan var Ríkisútvarpið með ágætan samanburð á neysluvörum á milli nokkurra landa. Blandaði Íslandi saman við 3 skandinavísk lönd og til að ræða þetta og eflaust ýmislegt fleira komin Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum. Vertu velkomin, Breki. Takk fyrir. Ég var að byrja á svona stóru þráðunum. Það kom svolítið á óvart að það skildi koma sérfræðingunum á óvart að verðbólga bara fjall töluvert samkvæmt mælingu í síðustu viku. Já, það er ánægilegt að verðbólgan sé að fara niður en það vekur manni óhug að enginn sá það fyrir. Allir helstu sérfræðingar landsins virðast koma að fjöllum og vita ekki eða gátu ekki séð fyrir þessa lækkun. Og þetta er náttúrulega fólki sem að spá fyrir og reyna að stjórna og stýra og ná verðbólgunni niður og þetta vekur eftirtekt og furðu að enginn sá þetta fyrir. Já. Og spurningar mitt hvort þetta tröst sem maður hefur á þessum fólki að þau sé að fara rétta leið og þetta viljum við öll ná niður verðbólgu, það er frábært en þetta er svona ef að segja blendnar tilfinningar. Já, einmitt. Gefur þetta fyrirheit frekari vaxtalækkun og hver eru þín viðbröðu við þó þeirri lækkun sem var síðast? Það er náttúrulega frábært að vextir, stýrivextir skulu hafa lækkað. En ég segi líka litlu verið vöggur fegin. Við erum ennþá með langhæstu raunstýrivexti í heimi. Það er að segja stýrivexti að teknu tilliti til verðbólgu. Verðbólgan er komið niður í 3,6%, samt eru við með yfir 7% af stýrivexti og þetta er þessi þumalskrúa, hún er mjög íþyngjandi fyrir okkur sem erum fyrir hinn skuldandi heimili og það er alveg spurning hvort að þetta sé rétt leið
þar að segja að láta heimilin, helming heimila landsins, þau sem skulda, bera þessar byrðar sem háir stýrivextir eru til þess að lækka verðbólgu. Hvort það sé ekki aðra leiðir sem þurfi að fara frekar og þá er ég að tala þéttara aðhald í ríkisfjármálum og stórfyrirtæki þurfi að á einhvern hátt að draga úr umsviðum sínum í stað þess að hinn skuldandi heimili beri allar byrðar þessa. Já, það svo sannarlega mikið álitamál. Sko, þetta kostar náttúrulega einmitt heimili landsins og sérstaklega hinn skuldu og heimili landsins alveg gríðarlega peninga. Það minna eftir til þess að fara út í búð og kaupa matur og nauðsynja vöru vegna þess hvernig vaxtamálin eru og við erum algjörlega á skjön við öll önnur lönd sem við berum okkur við. Það bara þannig. Já, við erum með eins og við sagðum, langhæstu raunstýrivexti í hinnum vestræna heimi. Hvergi annars staðar það sem þetta taumhald svona svakalega strangt eins og hér. Nei. En kom það ekki fram í þessari vaxtalækkun að var ekki vitnað eitthvað til máls Neytendasamtakanna? Jú, það var hluti af ástæðinu fyrir því að röksemdunum fyrir því að Seðlabankinn lækkaði sína vexti var víst þessi niðurstaða í dómi Hæstaréttar og þessi óvissa sem bankarnir bjuggu til í kjölfar þess að það sem þeir lokuðu sjoppunni í 2 vikur og biðu svo sem eftir að hið opinbera kæmi inn að gera eitthvað. Seðlabankinn brást við því og fór að birta parvexti sem svona nýtt viðmið í nýtt svona vaxtaviðmið sem gott að það þá allavega óháð viðmið og ekki háð bönkunum hvað þeim bönkunum ekki lengur í sjálfsvald sett hvernig þeir ætla að breyta vextunum sem gott. En voru þeir einhverjum að vísa til þeirra afleiðingar dómsins að það yrði minna útlán? Já, ég veit svo sem ekki til hvers þeir voru að vísa. Þeir náttúrulega Seðlabankinn verður bara að svara fyrir það en þetta var einu af röksemdunum fyrir því að stýrivextir voru lækkaðir í þetta sinn. Það þurfti það til að Hæstiréttur dæmdi Hæstiréttur gerði bönkunum að fara að lögum til þess að stýrivextir lækkuðu loksins. Já. Þú lítur að fagna því. Við fögnum því við fögnum því náttúrulega þegar að fyrirtæki fara lögum og við fögnum því líka þegar að stýrivexti lækka. Þannig að hvoru tveggja er gleðitíðindi í þessu öllu saman. Bara til hamingju með það. Takk sem leiðis. Eigum að renna okkur aðeins yfir í jólainkaupin sem nú eru framöndan að maður hefur svo sem oft séð vísareikningin eins og maður kallaði þetta alltaf fara svona upp 50-70% í desember og stundu veit maður nú ekkert hvað er tilboð raunverulegt og hvenær er svona eiginlega verið að svindla manni. Við erum það verið að tala það núna að það sé að dreifast aðeins meira á þessa tilboðsdaga en kannski er það bara viðbót. Við erum eftir að sjá tölunar í byrjun nýs árs hvernig við erum að eyða peningunum okkar. Það er mörg að hyggja, er það ekki? Jú, nú eru náttúrulega líka þessi kaupgleði dagar eða kaupgleðileikar að baki sem byrjaði með einmannadeginum og endar núna í netmánudegi. Já, allt meira og minna á ensku sem að fennu í taugarnar á mér. Já, ég kalla föstudagsfár á föstudaginn sem kalla svartan föstudag en
og það náttúrulega, það ekki bara verslanirnar sem fara á kreik þarna og sá leikaborði heldur eru svindlarar líka og við sjáum mikla aukningu á tilraunum til svika og við viljum benda fólki á það að fólk á mörg eiga vona á að fá pakka senda með póstunum eða með sendingafyrirtæki og þetta nýta svikara sér og senda fólki SMS eða tölvupóst og það sem hafa smetla á og gefa upp ykkur upplýsingar og þessu viljum við vara við og starfsfólk Neytendasamtakanna hefur meira að fengið svona svika tilrauna pósta og viljum bara biðja fólk að þegar að þú færð póstum að þú eigir eitthvað smetla einhverja hlekki að þú hugsir í tvisarum að taki 2 mínútur í að hugsa þetta hvaðan kemur pósturinn í raun og veru þetta eða SMS-ið skilabúðin hvaðan kemur þetta þetta frá réttum aðila og í staðin fyrir að smetla á hlekkin farið þó inn á heimasíðu viðkomandi fyrirtækis til þess að kanna hvort þetta er réttmætt eða ekki. Má ég þá spyrja þig til einföldunar ef það kemur tilkynning SMS að ég vona á póstsendingu er þá aldrei rétt að smetla á einhvern hlekk ef hann fylgir? Þú þarft allavega að vita kanna það hvort að hlekkurinn sem eru undirliggjandi hvort að hans vísið er í raunveru á posturinn.is eða dhl.is eða hvað það nú er en ekki á posturinn is. Eitthvað allt annað. Þannig að það er verið að reyna að fyrsta lagi að höfða til þess að þú flýtir þér, gerir eitthvað í flýti og að fá síðan upplýsingar þú þarft að gefa upp þetta borga sendingagjöld eða komugjöld eða eitthvað slíkt og fólk er á ekki að bara beinum þeim tilmælum til fólks að það taki andi tvisvar, taki 2 mínútur og skoði þetta aftur. Þessu var eins og gamla daga þegar voru umferðar auglýsingarnar þegar kemur mótorhjól þá á maður að horfa á tvisvar. Ég man það ennþá eftir þessum leiðbeiningum og þetta er sama með þegar kemur tölvupóstur eða skilabóðum að þú að smetla á einhverju hlekki horfðu tvisvar. Þannig að tilboðsdagarnir sem stórauka umferð pakka fólks á milli þarna er svona auka áhætta að af því að svo mörg okkar eiga vona á einhverjum pökkum að þá er þetta svona auka varúð sem maður þarf að sýna. Nákvæmlega, bara þetta er skammdegið og við þurfum að horfa líta betur þegar við erum að aðdamna okkur á netinu. En hefur þú trú á að þessi tilboðsdagar og þetta virðist nú vera töluvert svona mikið stund að kaupa þá kannski jólagjafir og annan varning fyrir jólin fyrr heldur en ella hefði verið. Hefur þú trú á að þetta verði viðbót við neysluna eða hvernig svona ræður í þetta? Ég hef trú á því að kaupmenn trúi því að þeir væri ekki að gera þetta nema til þess að auka veltuna og starta jólaversluninni fyrr og við sjáum þetta þetta byrjaði sem svona föstudagsfárið en núna er þetta komið framar í nóvember og 11. nóvember er komið þessi einmannadagur þannig að við sjáum það að það er svona tilhneiging til þess að lengja þetta í annan endan og það er bara hægt að lengja þetta í byrja fyrir, það er ekkert við erum með jólin eru bara þarna og þau eru endapunktur þannig að já, ég held að kaupmenn líti þannig á að þetta sé auki veltuna hjá þeim og við þurfum bara neytendur að vera með skynsemishattinn á okkur og ekki svo ég vitni nú í Tyler Durden í frægri bíómynd
sem sagði að við kaupum alltaf mikið á dóti fyrir fólk, eða fyrir peninga sem við eigum ekki til að gangi í augun af fólki sem við þekkjum ekki. Og það er það sem kapitalismin gengur út á og við verðum bara, og ég verð að segja fyrir mitt leita, ég svona geld ákveðum varhuga við öllum þessum auglýsingum núna frá fyrirtækjum sem eru að segja, heyrðu, borgaðu jólin í febrúar. Eittu efni fram í dag til þess að borga það sérna. Og þetta er trend sem sem bara öll neytendasamtök í Evrópu eru hugsandi yfir. Þetta heitir svona buy now, pay later. Keyptu núna, borgaðu seinna. Og þetta felur í sig náttúrulega alveg himinháan kostnað og þetta er svona við getum sagt svo að þetta sé í raun og veru nokkur skonar smálán lights að verið að reyna að fá okkur til þess að eyðum efni fram til þess að og borga það með himinháum vöxtum síðar. Og þetta þurfum við að bara, við þurfum að standa þessu freistingu, við þurfum ekkert allt þetta dót sem við höfum og við þurfum ekkert að eyða efni fram, það er ekkert sem kallar á það. Nei. Það getur verið gott að sko í samanburðunum að þegar krakkarnir eru með þrýsting og svona og segja að það eru allir sem fá eitthvað svona þá getur verið gott að reyna að leiða talið að sko hinnu raunverulegu verðmætum innan heimila sem eru tengsl og svo margt annað heldur en það sem að kostar pening að samvera og allt þetta og ok, já það getur verið að þessi krakki fái 200.000 króna jólagjöf en kannski verður hann að því sem að við erum með sem er gott og allt það en sko það heyrist ofta á þessum tilboðsdögum þá og það er auglýstur 20-30% afsláttur að þá hafi áður bara verið hækkað og það sé verið að svindla okkur þannig hafið þið fengið mikið ábendingum um það? Sko við fáum alltaf slíkar ábendingar og árvökulir neytendur þeir senda okkur slíkar tilkynningar með skjáskotum af verðinu fyrir og verðinu núna á svokölluðum tilboðsdögum. Það kemst upp allar þessar verslanir og við sendum þessar tilkynningar til Neytendastofu sem sektar þær. Við í ár höfum við fengið mjög fáar slíkar sendingar og ég held að aðhald neytenda sé orðið það mikið að það dettur einhverjum í hug að gera þetta. Okay. Að einhverjum heilvita kaupmönnum dettur í hug að gera þetta. Þetta er jákvæð þróun. Þetta er jákvæð þróun og náttúrulega og neytendur eru held ég líka að verða miklu meðvitaðri og rétt sinn og miklu meira opnir það og tjá sig það þegar að er gert á þeirra hlut og það að reyna að svindla svona á þeim það er verið að gera á hlut neytenda og því ber að tilkynna það og þar til bæri yfirvöld eru Neytendastofa sem eru með svona tilkynningarnapp á sinni síðu og ekkert mál að senda inn tilkynningu til þeirra. Já, það er líka manni dettur í huga því að ungt fólk er alltaf að taka myndir á öllu en það er örugglega til miklu meiri gagnasöfnun verðlagningar heldur en var áður. Já, algjörlega og við höfum einmitt í aðdraganda þessara daga þá minnum við fólk á að skoða þær vörur sem það langar að kaupa og hvort að þær og taka myndir eða skjáskot af verði til þess að kanna það hvort að þær verða séu á raunverulegu afslætti þegar það kemur að þessum dögum. Já. Og það eru þessar myndir sem við erum að fá sendar á hverju ári en færri í ár heldur en nokkuð sinni fyrir og það er gott en það sem ég segi alltaf sko að langflestar verslanir vilja gera vel þau vilja gera vel við sína viðskiptavini og af því að ánæður viðskiptavinur kemur aftur óánæður viðskiptavinur segir öllum vinum sínum frá og birtir á samfélagsmiðlum reynslu sína og það fælir þá bara fólk ekki bara þennan eina viðskiptavin heldur alla viðskiptavinni frá og neytendur frá að því að versla við slíkt fyrirtæki.
Einmitt. Þetta eins og með þegar maður fyrir út að borða, ef þjónustan ömuleg og skiptir engum máli hvað maturinn góður, ef þjónustan frábær, ekki síst í kjölfar þess að maturinn misheppnaðist eitthvað, þá maður líklega til þess að fara út og segja jákvæða sögu þrátt fyrir að maturinn þrátt fyrir eitthvað hafi klikkað. Nákvæmlega. Í gæði matarins. Nákvæmlega. Já. En ræðum aðeins gjafabréf. Já. Ég vil nú viðurkenna að ég á gjafabréf sem hafa dagað uppi og ég held að flest okkar kannski segi nú ekki flest, en margir segja þá sögu að þeir hafi bara stungið einhverjum gjafabréfum inn í einhverja skúffu og svo var hún næst opnuð þegar var bara flutt 15 ára seinna í næsta húsnæði og þá hugsaði maður með sér ég brendi þetta upp en sem náttúrulega ekki gott, það sóun en það líka mjög mismunandi, það ekki bara hver gildistími þessara gjafabréfa Sko, við lítum svo á að gjafabréf sé bara eins og hver önnur fjárkrafa og tíminn ekki geta runnið út fjárkröfur, þær fyrnast á 4 árum 4 árum? Já, venjulega fjárkröfur og við teljum sem svo að nema það standi skýrum stöfum annað á gjafabréfinu þá eigi það að gilda í það minnstakosti 4 ár ég veit fyrirtæki hverja gjafabréf eða inneignarnótur fyrnast alls ekki og það bara frábært enda má horfa að líta á það þannig að fyrirtæki sé búið að fá fjármunina inn í sinn rekstur og getur nýttan og ávaxtað sitt fé og því ósanngjarnt í raun og veru að ef að það á að fyrnast á einhvern hátt það fyrnist á sjálfur sér smám saman með hárri verðbólgu á Íslandi segjum við svo að þú eins og þú 10.000 króna gjafabréf frá því fyrir 15 árum þá það helmingi það lítið eftir af því helmingi verðminna í dag heldur en það var fyrir 15 árum og fyrirtækið hefur haft 15 ár til að nýta sér fjármunina í hvað sem í sinn rekstur þannig að það er bara sjálfsagt finnst okkur að það eigi ekki að fyrnast frekar en peningaseðil en við það er engin lög sem gilda gjafabréf en það eru þau kannski keypt líka á mismunandi forsendum stór fyrirtæki geta kannski keypt gjafabréf í einhverja verslun fyrir sína starfsmenn, gefið í jólagjöf fengið einhvern afslátt út af það einhvern magnafslátt hugsanlega fengið meiri afslátt ef að gildistíminn er skertur og við höfum fullan skilning á því en það þarf þá að taka það sérstaklega fram á gjafabréfinu sjálfu það er ekki nóg bara að vísa í einhverja reglur á netinu heldur það þarf til þess að slíkt gildi og við hvetjum fólk bara til þess að sem lendir í vandræðum að hafa samband við fyrirtækinu því að flest þeirra eru bara á því að inneignarnótur og gjafabréf gildi það þá jafnvel þó að það sé liðin einhver aðeins lengri tíma heldur stendur á gjafabréfinu og enda eins og við sagði sko, langflest fyrirtæki vilja gera vel við sína viðskiptavini því þá koma þær aftur ef þeir gera illa eða hafa rangt við þá fá svo margir aðrir að vita af því Eru til einhverja rannsóknir er til einhver tölfræði hver stór hluti gjafabréfa nýtist ekki fellur á milli skips og bryggju Ég held ekki svo ég kannist við en ég talaði við verslunareigendur og það er mjög misjafnt eftir geirum í sömu tilvikum við talaðum að alltaf 40% af gjafabréfum fyrnist eða skilir sér ekki tilbaka en það er það er bara misjafnt ég veit til dæmis að það kom maður þegar hann sagði okkur frá því hann kom til og vildi hrósa Þjóðleikhúsinu hann kom með hann hafði í ára raðir fengið gjafabréf í Þjóðleikhúsið og svo kom hann og hélt hann myndi nú ekki fá neitt fyrir það því að þetta voru einhverjar
10-15 ára gömul gjafabréf og hann fór með það og hann fekk upphæðin var náttúrulega lægri heldur en það nægði ekki alveg upphæðin hélt sér þó að verðgildið hafi og hann var mjög ánægð með þær viðtökur og við bara hvetjum önnur fyrirtæki til þess að taka vel á móti sínum viðskiptavinum af því þetta sannarlega fé sem fyrirtækin hafa fengið inn í sinn rekstur og sannarlega ósanngjarnt ef að viðskiptavinur fær ekkert fyrir það. Já, og nú dettur mér það í huga, ég gaf gjafabréf jólin í fyrra til einstaklings sem hljóðaði upp á tiltekna fjárhæð á tónleikum hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands og mér minnir að það hafi verið tengt yfirstandandi starfsári en segjum sem svo að viðkomandi myndi ekki nýta það á yfirstandandi starfsári væri einnar messu virði að tékka á þeim og athuga hvort sanngirnis sjónarmið þeirra væru þannig að þau myndu koma á móti. Algjörlega, það verið algjörlega og flest heiðvirð fyrirtæki þau taka vel á móti. Það er þannig. Já. Jafnvel þó að standi annað á gjafabréfinu. Þú nefndir áðan að það væri til fyrirtæki þar sem að gjafabréf finnst aldrei. Mér finnst allt í lagi að hampa þeim, ertu með einhvern nöfn? Til dæmis Þjóðleikhúsið, þarna í þessu tilviki. Það er engin fyrningatími. Ég veit að Borgarleikhúsið á þeirra gjafabréfum og inneignarnotum það fyrnist á 4 árum. Þannig að það er mér sem bara hvernig en við náttúrulega hvetjum fyrirtæki og til þess að hafa engan fyrningatíma á sínum gjafabréfum í flestum tilvikum. Svo náttúrulega eru eins og til dæmis núna hef ég séð í aðdraganda þessara föstudagsfárs og kaupgleði daga að þá hafa hótel verið að bjóða upp á gistingu sem bara á vetrartímanum sínum sem þá gildir þetta bara fram til maí eða 1. júní eða slíkt og það er líka allt í lagi en svo lengi sem það er tekið fram og það er ástæða fyrir því að það sé einhverja takmarkanir á notkun á þessum gjafabréfum. Mjög áhugavert og fróðlegt Breki, ég ætla ekki að halda það mikið lengur bara eitt að lokum, það er hægt að finna allar þessar reglur og öll þessi tilmæli á vef Neytendasamtakanna ns.is/gjafabréf. Mjög gott, en áður en við slítum talinu þá ætla ég að renna aðeins yfir könnun sem að Ríkisútvarpið gerði í síðustu viku og svona margir að tala að þetta hafi verið svolítið gott, þetta akkurat svona einu almanna útvarpið okkar að vinna og það voru sem sagt keyptar vörur í 4 norrænum löndum, bleiur, kaffi, mjólk, banani og hakk og þetta svona bananinn kostar 75 kall hér. Hann er ódýrastur á samanburði löndunum í Danmörku 49. Kaffið er alls ekki dýrast hér, 724, 1047 í Danmörku, 1063 í Noregi. Það kom mér pínlítið óvart af því að við náttúrulega höfum fundið svo mikið fyrir verðhækkun á kaffi frá því að það kostaði bara lítið sem ekki neitt, leyfi ég mér að segja. Nú bleiurnar eru dýrastar hér, mjólkin er ekkert í neinu hrópandi ósamræmi við hinn samanburðarlöndin en kílóið af nautahakki getum við að sagt, langdýrast og þú hefur fylgst með þessari, þú kannski séð þessa frétt eða þessa könnun eitthvað sem komur óvart í þessu? Nei, í rauninni ekki og það má eiginlega segja það að í öllum verðkönnunum þá eru sem gerðar matvælaverð í Evrópu þá má bara sláði eiginlega föstu að 3 lönd séu þar langhæst tróna á toppnum og það sé Ísland, Noregur og Sviss
og þetta er keppni sem við viljum alls ekki vinna. Við viljum gjarna vera neðar á listanum. Já, og við vorum svolítið með dýrustu matarkörfuna og Noregur kom svo í... Einmitt, og það kemur ekkert óvart og Sviss væri þarna uppi á svipuðum staði ef það væri þarna með í þessu. Þannig að hvað það sem skýrir þetta, það því miður engin svona ekkert eitt atriði umfram annað. Það eru há laun hér á Íslandi, það hár fjármagnskostnaður eins og við töluðum áðan, háir vextir, þannig að sem skila sér inn í leiguhúsnæði eða byggingakostnað og leiguhúsnæði og svo framvegis. Náttúrulega við erum fámenn þjóð langt upp í Norðurhafi. Einangruð, þannig að siglingar, flutningur, það er flutningur, en svo erum við náttúrulega líka með fákeppni sem hún er meiri hér á Íslandi heldur en annars staðar. Það eru vissulega líka stórar og keðjur á Norðurlöndum en ekki eins stórar og hér og fáar. Þannig að og svo sem má líka segja að Svíar hafa brugðist við sínum hækkunum á matvælaverði því það hafa allar Norðurlandaþjóðir núna hafa haft miklar áhyggjur af hækkunum á matvælaverði og við erum ekki undanskilin á því en Svíar hafa brugðist við því með því að lækka virðisaukaskatt á matvælum og Þannig að það er þannig að virðisaukaskatturinn er hærri hér heldur en í Svíþjóð allavega sem skýrir þá einhvern mun af þessum. En þetta er sífelld umræða og nauðsynlegt að neytendur veiti aðhald og frábært að Ríkisútvarpið veiti þarna aðhald með því að sýna þetta verð og vonandi verður þetta hvatning til bæði verslana og milliliða og flutningsaðila og framleiðanda að draga nú úr og verðhækkunum og helst að lækka verð finna leiði til þess að gera hlutina ódýrar og betur. Einmitt. Og þótt kaffið hafi hækkað mikið í verði þá er það ódýrast hér af þessum 4 löndum. Það er 724 krónur á Íslandi, 1047 í Danmörku, 857 í Svíþjóð og í Noregi 1063. Þannig að við vinnum þó í hináttina í einni grein. Þetta er fjölþraut, þannig að við vinnum í einni greininni. Einmitt, svona miðaldra fólk og eldra fólk getur ekki séð þann veruleika fyrir sér að við missum kaffi út úr höndunum á okkur sem þjóðardrykk. Þess vegna sýni ég þessu sérstakann áhuga. En Breki, kæra þakkir fyrir komuna. Bestu þakkir. Og búið að vera mjög fróðlegt að fara yfir allmörg mál sem varða okkar neyslu og þennan spennandi tíma sem framundan er fyrir jólin, þar sem borgar sig nú heldur betur eins og þú hefur sagt að kunna fótu sínu forráð og stökkva ekki á allt. Nei, og leita ráðgjafar og aðstoðar ef það er eitthvað, þá er neytendasamtökin til staðar. Takk fyrir komuna, Kjalla. Takk. Og áfram höldum við, kæru hlustendur og áhorfandur, ekki fara langt. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er afar sérstakur gestur, Vaka, Evu og Eldastóttir. Vertu velkomin. Takk. Ég fekk þig hingað, Vaka, af því að mér finnst ekki nógu mikið tala við krakka í sjónvarpinu og útvarpinu. Já. Og framtíðina og jörðina og mannréttindi. Og mér skilst að þú sért óbúslega vel að þér í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Er þetta rétt? Já. Hvernig í ósköpunum veistu svona mikið barnasáttmálan?
út að allavega í skólanum mínum þá einu svona svo réttindavika og barnaþing og líka ég lærði það í 5 ára bekk, 1. bekk og 2. bekk og þá vissi ég mikið barnasáttmála og mannréttindi. Já, eitthvað svona heldurðu að erum við nógu dugleg að gæta svona réttinda barna? Já, bara mér finnst ég geta gert það aðeins betur. Já, hvernig þá? Eins og með því að fá börn meira í svona viðtöl og líka láta bara einhvern hlusta á börnum meira, foreldra og þeir sem að gera í þinginu eða alþingismenn, já. Og það börnin eru oft mjög hugmyndarík fyrir það, sko. Já, það er nefnilega alveg rétt hjá þér. Þú ert mjög hugmyndarík og við vorum að tala jólin hérna áðan og þú veist að segja að uppáhaldið þitt við jólin væru ekki pakkanir. Já. Af hverju er það? Og hvað er þá uppáhaldið þitt? Að halda kósigöld með systkinum mínum, fá kakó og sér horfa jólamyndir. Já. Svona. Heldurðu fá öll börn í heiminum að njóta svona samverustunda við fjölskylduna sína? Nei, ekkert allir. Það er svona að nýta svona stundir. Já, einmitt. Það er alveg rétt. Hvað myndir þú gera ef að þú fengir að vera forseti í dag? Þá myndi ég svona kannski taka af skattunum og gefa einhverjum foreldrum sem þarfnast það meir. Kannski útlöndum eða bara Íslandi. Já, þú myndir svona jafna, að allir hefðu svona jöfn tækifæri. Já. Og þú myndir gera út allan heim. Já, það hljómar vel. Er gott að vera barn á Íslandi? Já, og ég veist alveg að það má ekki komast það reyð á Íslandi þegar við eigum engan her. Og það er líka, við erum góðan forseta og góðan forsetist ráðherra og þetta land hefur frelsi og hreint vatn og eitthvað. En veistu einhver lönd sem hafa ekki svona frelsi og hreint vatn og kannski stríð? Palestína hefur það svolítið illa, eins og flesti vita. Já. Og Úkraína líka. Og Spáni þarf maður að kaupa vatn. Já, hefurðu lent í því? Já, til dæmis, ég gleymi aldrei þessu, en ég var einhvers staðar á Spáni og spurði hvort ég mætti fá vatn og ég vissi þá ekki að það væri ekki að kaupa vatn. En mamma minn segði eitthvað, við eigum ekki vatn og þá var ég bara ótrúlega reið út í viska af hverju maður að segja nei. En svo lærði ég það. Og hélst þú væri bara eitthvað að plata þig þá? Já, svo ég fengi ekki vatn. Æ, það hefur nú ekki verið mjög fallegt. Já. En segðu mér, í hvað skóla ertu? Ég í Vesturbæjarskóla og var í 5 ára bekk í Ísaksskóla. Já, þannig að þú hefur mikla reynslu af skólakerfinu. Og líka, ég var maður réttindaráðinu. Vá. Í Vesturbæjarskóla Univers. Já, hvað er réttindaráðið? Það er svona að börnin hittast á hverju föstudegi í stofu og tala svona hvernig við getum fengið skólann til þess að vera meiri réttindaskóli þótt hann sé bara eitt af mestum réttindaskólum Íslands. Og hvaða hugmyndir hafið þið verið með svona undanfarið? Út af það er svolítið mál í skólanum. Það eru mjög mörg klósett að beila. Svo næstu allir að tala, það verður að laga þetta klósett eitthvað. Það er svona aðalega út af kennarinn hefur eitthvað ákveðum að tala eins og hvernig við getum verið betur við aðra, eitthvað svoleiðis. Það er mjög mikilvægt. Já, svona eiga í góðum samskiptum. Já. Það er mjög mikilvægt.
Hvað finnst þér svona að vera svona algjört grundvallaratriði í réttindum barna, svona alveg mikilvægast? Mér finnst mikilvægast, ég man ekki hvaða númer, en það eitt í barnasáttmálanum að þau að fá hreint vatn, góða næringu, hús og eitthvað svoleiðis. Og bara búa við öryggi. Hefur þú einhvern tímann áhyggjur af framtíðinni? Nei, eða stundum, það út af í framtíðinni og þá mun koma alls konar nýjar uppfinningar sem verður með rafmagni til dæmis og þá mun það menga meira umhverfið og þá getur bara Ísland verið kannski ekki lengur svona öruggt skjól fyrir börn. Já, einmitt. Það svona ýmislegt sem getur gerst í framtíðinni. En hvernig getum við passað að þetta kom ekki fyrir? Með því kannski að nota vélar minna og kannski bara hjóli í skólan eða eitthvað. Og auk þess bara labba og eitthvað. Og tína rusl og eitthvað svoleiðis. Eins og í skólanum þá hver bekkur að skiptast á að þrífa skólana. Að tína rusl og eitthvað. Já, það mjög ábyrgt af ykkur. Það flott. Og veistu til þess að þetta sé svona í fleiri skólum? Það bara gott að þetta sé svona. Já. En heldur að sé svona ábyrgir krakkar í fleiri skólum í Reykjavík, það ekki? Eru krakkar svona ábyrgir og flottir? Já. En sumir krakkar kannski bara missa stjórn á sér og þau þurfa kannski bara að æfa svo smá. Já. Bara svona, það alltaf leið, við stundum bara vonda daga öll, held ég. Já. Líka einn í skólanum mínum með Tourette. Já. Svo stundum. Já, það til alls konar krakkar. Og alls konar fólk, svo verður þetta fullorðið fólk. En á það ekki alltaf að hafa sömu réttindi? Já. Já, þetta. Og það ein með Downs-sýkingu. Já. Og hún mjög oft að sýna atriði og mjög flott. Og hún með mikilvægt og það mér finnst mikilvægt að börn gefa henni mikla virðingur aðrir og það hún með hendur, hún með nef, hún með augu, hún með munn. Og hjarta sem slær. Já, alveg rétt. Og við erum með svo mismunandi hæfileika. Þannig að þó að kannski einhver búi við eina fötlun og einhver annar kannski einhver veikindi og einn með stutt hár og annar með brún augu, þá allir bara eiga allir sitt svona mismunandi svið. Og líka þau eiga bara hendur og það bara gott að við séum öll ólík. Já. En hvernig heldurðu að það væri ef við værum ekki svo ólík? Þá held ég bara heimurum verið miklu leiðilegri. Þegar þá myndi maður kannski bara getur aðeins komið hingað og þá kom bara allir til manns eitthvað. Já, það ekki alveg nú. Og þegar maður er krókódíll þá komast allir alltaf yfir þegar einn kemst yfir. Já, af því að það svona leikur þegar maður segir svona þeir sem eru með eitthvað, ljóst hár. Já, alveg rétt. Eitthvað brúnt á sér. Já, það mjög langt síðan ég farið í krókódíll. En hvað fleiri svona leikir eru spilaðir og leiknir í skólanum? Eltingaleikur, apa jörðu, kastalaklukk og svo búa krakkar oft til sína eigin leiki. Eins og vinkona mín bjóð til svo stigaleik. Já, hvernig hann? En svona, ef ég myndi segja til dæmis 1, þá hefur bara hoppað tröppu 1. Og það eru 6 tröppur. En ef ég segi til dæmis 7, þá eiga ekki að hlaupa upp á að klukka mann. En ef maður eins og, ef maður 1 og það segir alltaf 3, þá má ekki fara 2 og svo 3. Þá fer maður upp á klukka mann. Það er svona, ef maður var kannski 1 og svo kemur 5, þá förum við ákveðnar leiðir til þess að komast þar. Bara ekki snerti eins og 2 og eitthvað. Já, einmitt. Það var svona eins og þessi logandi hraun á milli. Já. Af hverju heldur að krakkar séu svona hugmyndaríkir og bara búið sér til sína eigin leiki og... Það út að þeir eru börn og
lifa í draumum eins og þið kannski dreyma eitthvað miklu fallegra og þau trúa á eins og eyrnaðninga, álfa og svoleiðis og geta þá verið með betri ímyndarafl til þess að gera leiki. Já, ég vildi að það væri allir svona klárir og hugmyndaríkir eins og krakkar. Heldur þess fullorðið fólk sé það líka, en það kannski bara þorir það ekki? Já, þau kannski bara þorir ekki út að þau halda að það sé barnarækt, en eins og systir mín, hún verður eitthvað svona 12 þegar hún hætti að elska eyrninga. Já, er það? Já. Ég elskar þá svolítið einyrninga. Eitthvað þannig. Já. Mér finnst þið svolítið fallegir. Heldur, eru til einyrningar í alvörinni? Kannski á okkur draumalandi upp í geima, okkur unicorn plánutu. Ó, vá. Myndirðu fara þangað? Já. En ég frétti að þú hefði svolítið gaman að því að leika og syngja og dansa og svona. Og þið langaði til þess að leika í bíómynd. Já. Já. Eða krakkaskaupinu hérna. Eða krakkaskaupinu. Við hefur ykkur reynslu að því að koma fram. Já, það er þetta í krakkaskaupinu. Það eru svona atriði og ég hef möguleika fyrir öll svona cirka þetta. Ég er frá leiklistanámskeið þannig fyrir að leika og syngja er út að alltaf þeir eru ein og svoleiðis og kannski labba í skólan eða úr skólan. Það er ég oftast bara búið til lög og þetta er 4. árið mitt dansi. Vá. Þannig að þú ert með svona ýmsa hæfileika. Leik og söng og dans og svo ertu svona vel að þér í réttindamálum barna líka. Þetta er alveg ótrúlegt. Ertu svona klár að því að systkini þín hafa kennt þér vel eða mamma þín og pabbi eða kannski ömmur og afar eða ertu kannski bara svona samfélagi sem þú byrði í? Það er bæði út af mömmu minni út af hún er í Amnesty. En ég ætla fyrst að segja eitt. Hérna, pabbi minn, hann er svona eins og þegar ég spyr hann, segðu þetta, þá er hann bara eitthvað, já, flott, og er hann þá í símanum. Hlustar ekki alveg á mig og er smá að brjóta eina reglu í barnasáttmálanum númer 12 að hlusta á hugmyndir barna. Já, hérna. Og kannski ef ég myndi segja, pabbi, það kveiknaði í herberginu mínu, þá myndi hann bara segja, já, æðislegt. Oh my god. Þess vegna finnst mér að foreldrar eigi að vera aðeins duglegir að hlusta. Já, og kannski aðeins minni í símanum. Já. Já, sammála. Og líka, en sumir foreldrar eru mjög góðir að hlusta. Já. Bara sumir ætti kannski að bæta sér smá. Eins og pabbi þinn. En mamma henni góð að hlusta? Hún er líka góð bara, út af hún er stundum mikið með fundum, þá get ég ekki alveg tala við hann og svona. Já, ég skil. En þá er nú gott að ég hafa góð systkini. Já. Bróðir minn hlusta stundum ekki, en systir mín er mjög góð að hlusta. Það varst að heppin. Þannig að þú þarft ekki að brenna inni í herberginu þínu ef það kveiknar í og pabbi þinn lítur ekki upp frá símanum. Já. Ef ég ætti ekki mömmu eða systur eða bróður, þá líklega gæti ég kannski verið dáin með mér núna. En pabbi var, þó hann sé kannski ekki frábæra að hlusta, þá hlýtur nú að vera svolítið góður í ykkur öðru. Já. Já. Einhverju sem þú manst? Hann er góður að halda mér. Já, það er sterkur. Hann er góður að hugga mig. Og svo er hann bara góður í mörgu, en stundum þarf hann að bæta sig í sömu. Já, ég skil. Og þá er nú aldrei þessi gott að eiga svona skarpa stúlku sem getur hjálpað honum með það sem vantar upp á. En að því við vorum að tala um jólin og við vorum að tala um að því að finnst svo gaman að syngja jólalög. Hvað er uppáhalds jólalagið þitt? Snjókorn falla. Snjókorn falla. Og kanntu allan texta með Snjókorn falla? Já. Ertu til í að syngja það fyrir okkur? Já. Hérna að lokum. Og svo bara þökkum við fyrir okkur hér af rauðaborðinu í kvöld og við ætlum að fá að hlusta á Vöku syngja Snjókorn falla.
Takk fyrir Vaka, gjörðu svo vel. Snjókor fagla, á allt og alla. Börnin leika og skemmta sér. Nú ástíð, kærleika og friðar. Komið meðar, jólastund. Vinir hittast og halda veislu. Borða saman, jólamat. Gefa gjafir, fagnast fyrir ljósins. Syngja saman, jólalag. Vá, þetta var æðislegt. Takk fyrir. Takk. Og hérðan þökkum við kærlega fyrir okkur í kvöld og bjóðum ykkur góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.